Já, góða kvöldi og vera velkomin á kandidatafund NFFI 2021. Bara fá að endurtaka mig, segja að þetta verður vonandi æsispennandi hér í kvöld. Við erum að fylgjast með fólki berjast atkvæði. Skuggakosningarna voru mjög spennandi, þannig að við erum að búast við því að það verði kannski einhver rifrildi hér í kvöld. En hver veit? Við ætlum að byrja í dag með því að bjóða hana Elísabetu Söru, sem er í framboði til formanns nemendómsnefndar. Gjörðu svo vel. Svo er það hún Hrafnhildur Una og Elísa Gía. Þær eru að bjóða sig fram í formann listanefndarinnar. Við ætlum að byrja á því að fara í stuðningsræður þeirra og það er ekki eftir neina að bíða, þannig bara gjörðu svo vel. Þegar fólk spyr mig, Aron, hvern myndir þú telja að vera hæfur í formann listó? Þá svara ég, jú, auðvitað eru nokkrir aðilar sem koma til greina en aðeins einn aðili skara fram úr. Og sá aðili hún Hrafni. Þegar ég kynntist Hrafni fyrst, þá tók ég eftir því hve góð hún var við mig og Ara í kringum sig. Hún var aldrei feimin og kom skoðunum sínum alltaf á framfæri. Ég tók eftir því hve vel hún vinnur í hóp og líka hve mikill leiðtogi hún var og er. Og leiðtogahæfni er einmitt hæfnin sem þarf þetta starf. Hún er mjög skapandi og líka verulega listarinn sem er mjög nauðsynlegt að þú ert að fara í formann listó. Hún hefur meðal annars mjög mikinn áhuga á leikritum og bíómyndum. Ég tel Hrafni vera akkurat það sem listó vantar. Ekki bara er hún formaðurinn sem allir vilja í starfið, heldur hún líka formaðurinn sem allir þurfa í starfið. Svo ég segi bara, heiti pota.is, bang, X-Hrafni í formann listó. Elísa Gía er einn frábærasta og besta manneskja sem ég hef kynnst. Þið eru örugglega að hugsa að ég myndi segja þetta hvern sem er sem gefur mér frían mjólkursopa, en sú er alls ekki raunin. Elísa Gía kom, sá og sigraði hjarta mitt ásamt öllum öðrum hjörtum sem voru stödd í Bláa sal daginn sem hún labbaði inn sem sviðsmaður á fyrsta ári. Ok, samt og hún er með mjög mikið resting bitch face og ég var alveg skíthrædd við hana fyrst sko, en eftir að hætti verið hrædd við hana þá alveg dýrka ég hana. Ástæðuna fyrir því að Elísa Gía ætti að vera formaður listó eru gríðarlega margar. Hún er duglegri en nokkur mannska sem ég þekki. Hún er með metnað fyrir verkefninu, hún mætir alltaf tilbúin að leggja allt sem hún á í verkefnið og ofan á allt það er hún kóngur. Þetta samt ekki ástæðuna fyrir því að þið ætti að kjósa Elísu Gíu. Þið ætti að kjósa Elísu Gíu af því að ég veit ekki um neina mannsku sem elskar lista jafn mikið hún. Málið er að hver sem getur verið duglegur og metnaðarfullur sem Elísa Gía auðvitað er, en það sem gerir lista af því sem það er ástin sem fólki hefur fyrir því. Engin sýning verður flott án þess að fólki sem vinnur að henni hefur ástríðu. Ég held í alveg að fólk skilji ekki hvað lista er sérstakt. Vinátturnar og ferlið sjálft er ekki eitthvað sem maður finnur hvar sem er. Elísa Gía skilur það. Hún skilur það því hún hefur fengið að upplifa það sjálf. Það mikilvægasta sem listaformar þarf að hafa er listahjartað og Elísa Gía er með stærsta listahjartað sem ég hef séð. Bæði sem sviðsmaður fyrsta ári og sem nefndarmeðlimi núna í ár náði Elísa Gía alltaf að koma mér á óvart með hversu dugleg hún var og með hverjum deginum sýndu mér að hún ætti að vera formaður listó. Það er bara engin spurning. Ef Elísa Gía hefði ekki verið í listó hefði ferlinn ekki gengið næst í að vel þetta gerði og hún væri ekki eina bestu vinkonu mínum í dag. Elísa Gía, ég er svo endalaust stolt af þér eins og alla aðra daga. Takk fyrir að gera listó af því sem það var í ár og ég veit að þú einn besti formaður listó sem hefur verið. Takk fyrir mig. Ég lá heima hjá mér, á bindinu einu með heita mjólk og var aðeins að velta steinum. Af hverju er heiminin blár, af hverju hætti Alísa Helga í Versló og af hverju er Elísabet að fá mig til að gera þessa ræðu? Ég hugsaði mig vel og lengi and then it hit me. Auðvitað, hún er ein í framboði og þess vegna hefur hún efni að fá trúð eins og mig. En viti menn, ég er engin trúður. Og til þess að sanna það ætti ég að koma með hreinar og beinar staðreyndir. Staðreynd 1. Elísabet var einn mikilvægasti hlekkurinn í nemónefndinni í ár. Hún rettaði styrkjum, fór á fundi og var almennt bara boss. Staðreynd 2. Hún er no bullshit gælla. Það er engin Friðrik hjá Luxor að fara að fokka í henni. Staðreynd 3. Þetta er það sem hún brennur fyrir. Hún brennur fyrir NFFI og hún brennur fyrir Nemo. Ég held ég hafi aldrei séð mannesku sem er jafn trú starfinu sínu. Hún gerir það sem þarf að gera, ekkert kjaftæði. Staðreynd 4. Það er ekki hægt að líta fram hjá því að Elísabet var markaðsstjóri í ár og Nemo er í ekkert eðlilega góðum málum. Hún gjörsamlega rændi peninga fyrirtækjum hábjartan dag. Viktor Pétur leikstjóri er í einkaþotu á leiðinni til Kúbu með feitan vindil í kjaftinum as we speak. Staðreynd 5 og jafnframt síðasta staðreyndin, það er ekkert eðlilega heimskulegt að skila inn auðu þegar það er einn einstaklingur í frambúði. Af því að þetta er greinilega manneskjan sem brennur fyrir þessu mest. Aha,
sjáu mig núna, ég engin trúður, en ég vildi samt loka ræðunni á einlæga trúðinu. Elísabet helvítis meistari og virkilega næskjala. Það alltaf hægt að tala við hana nema auðvitað hún sé að loka dílnum. Hún illaður djamfélagi, hún sjálfstæð, hún brjálaðslega dugleg og síðast en ekki síst ótrúlega góð vinkona. Takk fyrir að hlusta, gangi vel Elísabet og X við Elísabetu í forman Nemo. Já, bara velkomin tilbaka. Þá komið að því. Við erum með nokkrar spurningar sem að þið sem að horfa núna sendu inn á samt einhverju sem að við erum búin að búa til hér í kjörstjórn og við ætlum bara að fá að byrja. Ætlið þið, ef að þið komast í stjórn, þetta er til ykkar allra, að fara í einhverja aðra miðstjórnarnefnd? Þetta er já eða nei? Nei, ég hef ákveðið, ég ætla bara að einblína á Nemo á næsta ári ef ég verð kynjaformaður. Ég held að það sé nei, sko, bara reyna að einblína sem mest á mitt hlutverk sem formann Listó. Já, sama hér sko, það var ekki stefnan að fara í eitthvað meira, ég held að þetta sé meira nóg að sinna þessu sko. Þá er það önnur. Gils á ball? Nei. 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 Ok. Þá er það kynjakvóti. Hvað finnst ykkur um það? Já. Ok, náttúrulega Listó sko, það er ekki einn strákur í framboði fyrir Listó eins og staðin er núna, eða þú veist eins og það er bara núna. En það er satt, mér finnst mjög mikilvægt að vera með, eins og við vorum með 2 stráka í fyrra og það, þú veist, gerði ótrúlega mikið að hafa þessa 2 stráka. Þannig að þú veist, ef að við hefðum séns á því að fá einn stráka þá væri það alltaf geggjað. En mér satt mjög ósanngjarnt þegar að kyn tekið yfir hæfni, en ef þú ert með 2 einstaklinga og þið vantar annað kynið og þeir eru alveg jafn hæfir, þá myndi ég horfa þangað. Já, ég einblíni mjög mikið það að hæfni er alltaf í rauninni það sem skiptir mest máli og viljum alltaf bara hæfasta fólkið sé sett í það starf sem því hendar. En auðvitað ef það væri einhvern tímann val á milli bæði stráks og stelpum með jafn sterka eiginleika og það er kannski fleiri stelpur, þá myndum maður að velja strákin. En já, ég held að það skiptir alltaf miklu máli en hæfni er alltaf það sem maður horfir kannski mest á. Já, ég er bara hjartanlega sammála því sem þeir voru að segja. Ég myndi alltaf taka hæfara einstakling að mér finnst hæfni vega meira heldur en kyn. Og já, en ef það er hægt að hafa jafnan kynjakvóta þá væri það náttúrulega alltaf skemmtilegt. Það hefur áhrif á móral og stemmingu í nefndinni. Jæja, þetta er spurning til þín Elísabetu. Finnst þér undirnefndir Nemo jafn mikilvægar eins og leikhópurinn og nefndin og ef svo er, hvernig ætlar þú sem formaður Nemo að tryggja að þeim líðið eins og þeim að þau séu jafn mikilvæg? Sko, náttúrulega Nemo er risastórt batteri. Það koma svo margir að því að skipuleggja Nemo og því miður að þá hefur síðastliðin ár alltaf undirnefndum liðið eins og þau séu ekki jafn mikilvæg. En á síðasta ári tók ég eftir því að undirnefndunum leið eins og þeir væri meiri hluti af ferlinu heldur en hefur verið síðastliðin ár og mér finnst ég að tækla mjög vel síðasta ár að gera undirnefndunar að stærri hluta að ferlinu sjálfu og leyfa þeim að vera meira með. Og mér langar bara á næsta ári að gera enn betur heldur en gerðum í ár af því að það er miklu skemmtilega þegar öllum líður eins og þeir megi vera með eða fá að vera með. Þetta er spurning til ykkar í Listó. Ég ætla að byrja á Elísu. Hver er ykkar reynsla af Listó? Á fyrsta ári þá komst ég í sviðsmenn sem eru kannski svona undirnefndin sem kemur mest af ferlinu af því að þau eru alltaf hérna af því að þau þurfa að vita sína skiptingar og þannig. Þannig að þar svona fyrst fékk ég að kynnast ferlinu bara almennilega og eftir ferlið þá bara gæti ég ekki ímyndað mér að fara á annað ár án Listó, þannig að ég fór í nefndina og var í nefndinni núna og var sem sagt fjármála- og markaðsstjóri með Guðri og sá svona frekar helstu markaðsmálin og já þess að segja þá er ég sem búið með 2 ferli og núna í þessu ferli líka þá þurfti nefndin pínu að taka á sig starf
nefndar og undirnefnda af því að út af fjöldatakmörkunum að við máttum ekki vera með neinar undirnefndir eða mjög fáar, þannig að það gefur líka mjög góð innsýn inn í það hversu mikilvægur hver og einn einstaklingur í ferlinu af því að þetta var þetta var mjög mikið fyrir 9 manns að taka á sig. Já, mín reynsla ég var í undirnefndum list á fyrsta ári, þá í búninga- og tískuráði og kynntist fyrst ferlinu þar og síðan var bara annað árið ekki það eðlilegasta, þannig að undirnefndin gátu ekki verið með og ég því miður var ekki í nefndinni, þannig að ég tók ekki þátt í ár, en ég er búin að kynna mig mjög mikið og búin að tala við fyrrum listameðlimi sem voru í nefndinni þegar allt var eðlilegt og síðan bara fyrrum stjórnarmeðlimi, þannig að já, ég myndi að segja að þetta væri mín list og reynsla. Þessi til ykkar allra. Þið eruð þær nefndir sem fengu kannski að upplifa svona eðlilegustu ferlin í ár. Þið settuð upp sýningar, gerðu það rosa vel, seldist vel inn. Þannig spurningin okkar hvað myndið þið gera öðruvísi? Mér finnst rosa fátt sem má í rauninni bæta við síðasta ferli, en það sem ég tók helst eftir var kannski bara að bæta svolítið samheldnina í nefndinni, þannig að bara nefndin standi saman gegnum allt ferlið og sé alltaf saman á góðum og slæmum tímum, af því þannig verða bara góði hlutir en betri. Já, ferlið í ár var náttúrulega mun öðruvísi hjá Listó heldur en áður, svo vorum bara með eiginlega að gera þetta allt á 3 vikum sem að nefndin á stórt hrós skilið fyrir. En það sem kannski ég myndi breyta kannski bara yfir höfuð bara allt skipulag. Bara hafa sem mest skipulagt og hugsa hagsmuni leikhóps mjög vel, þannig að já, það er kannski það helsta. Nefndin á síðast ári á bara fyrstu fundunum þá tókum við pínu saman hvað mátti bæta úr fyrrum ferlum, af því þetta var pínu svona séns fyrir Listó að pínu núllstilla sig af því það var enginn annað sem hafði verið áður í nefndinni, þannig að þetta var pínu svona tími fyrir okkur til að kannski taka nýjar hefðir og smá uppdata. Þannig að fyrir þetta ferli þá fórum við yfir bara allt sem mátti bæta og ég tel að okkur hafi tekist ótrúlega vel til að bæta þessa hluti, en það sem var svona kannski helst var að eftir ferlið þá var Blái salur náttúrulega bara uppsetningin var ennþá svona 2 mánuði seinna, en það var svo sem óviðraðar aðstæður út af 80% af hópnum var í Nemo, en það var kannski helst svona eftir ferlið að bara rífa þetta allt niður, bara svo þetta sé ekki hangandi yfir öllum alltaf, þannig að það er svona helst það. Fraldur, ég fæ kannski að spyrja þig framhaldsspurningu, hvað er það við skipulagið sem að þú myndir breyta og getur nefnt bara dæmi? Skipulagið, bara... Hrafnhildur. Já, skipulagið, ég held að þetta sé alltaf bara spurningu jafnvægi, hvað sem er hjá æfingum eða fundum hjá nefndum og myndi alltaf bara byrja að taka í byrjun ás, bara gefa út plan á hvenær verða fundir og hvenær erum við að gera hitt og þetta og einhverju hittingar og svo þegar leikhópur er kominn og prufur eru búnar þá að hafa þetta bara allt á hreinu og vera alltaf viðbúin ef eitthvað skildi breytast. En já, það er kannski svona helst að vera alltaf bara að hugsa út í fólkið sem að gera þetta og hvað er best fyrir þau. Þá er það önnur til ykkar allra. Hvað eyddið úr eigin vasa í framboðið ykkar? Ég var búin að redda framboðinu minni þannig að það átti að vera allt frítt, sem sagt. En síðan lendi ég í prentvesenni á miðvikudeginum fyrir sumardaginn fyrsta og prentsmiðan sem ætlaði að gera þetta fyrir mig frítt gat ekki gert á þetta, var mikið að gera hjá þeim. Þannig ég þurfti að græja prent á föstudeginum bara fyrir helgi og þannig ég borgaði 28.000 úr eigin vasa. Já, ég borgaði 7.990 krónur úr eigin vasa. Ég borgaði ekki neitt úr eigin vasa. Ég er með spurningu til Elísabetu. Þú segist vilja halda söngleikinn í Versló aftur. Ef það gengur ekki upp, hvað ætlar að halda hann? Mér langar eitt af því sem er mér mjög kært á næsta ári er að geta tæklað húsnæðismálin eins vel og við gerðum í ár. Og upprunalega hugmyndin áður en það kom að halda í íþróttasalnum var að leigja vöruskemmu eða eitthvað svipað. Þannig ef að það væri ómögulegt að halda þetta aftur í íþróttasalnum þá held ég að ég myndi reyna að leita til einhverja þannig lausna vegna þess að
það sem við höfðum í íþróttasalnum fyrirfram var í rauninni ekkert. Við höfðum bara plássið og við gerðum síðan, byggðum allt ofan á það, tækni, stúkup og allt það. Þannig í rauninni það eina sem við þurfum er bara pláss og já. Ertu búin að velja söngleik? Nei. Þú segir í stefnumáli þínum að þú viljir skapa meiri samheldni innan nefndarinnar. Var ekki samheldni í nefndinni í ár? Jú, það var alveg samheldni í nefndinni og nefndinni gekk mjög vel, en bara á erfiðum tímum þá fannst mér nefndin ekki standa nógu vel saman og mér finnst bara að það sem gæti bætt það er bara ef að nefndin gerir mér skemmtilega hluti saman sem tengjast ekki Nemo, heldur bara að vinna saman sem vinahópur en ekki nefnd og hittast og gera skemmtilega hluti. Hörðu, þið komum kannski svolítið inn á þetta áðan, en hverjar eru ykkar megin áherslur fyrir næsta ferli? Fyrsta, annað, þriðja seti langar með að setja móral af því að svona ferli bara gengur ekki upp ef það er ekki góð móral. Það bara bitnar á sýningunni sem að bitnar þá á miðasölu, þannig að þetta bara svona eins og dóminó að þetta bara svona leiðir af sér. Þannig að, og mér langar að gera það bara með því að hafa trúnaðmenn fyrir alla sem að koma að ferlinu. Að þá, eins og við vorum með 2 í fyrra, bara eina stelpu og 1 strák, svona sem að við töldum að væru einstaklingar sem að væri gott að leita til, af því að stundum er bara best að tala við þriðja aðila og líka bara að upplýsingaflæði sé gott til að koma í veg fyrir misskilning og líka að verkaskiptin hjá nefndinni og undirnefndum séu skýr svo að það lendir ekki einhver einn í að gera allt og það náttúrulega bara verður ósætti út af því. Já, bara eins og ég sagði þá náttúrulega er skipulag mjög mikilvægt fyrir mig og svo síðan auðvitað að hafa jákvæðna yfirsýn yfir þessu og hafa góða móral innan nefndar og leikhóps og allt sem kemur list og við í rauninni og þetta sé bara ein stór heild, bara allt list og ferlið og svo líka bara ferlið með stjórninni að við séum öll ein góð heild, þannig að já. Þessi fremur einföld. Án þess að rakka niður hinn einstaklingin, hvað hefur þú fram yfir hinn aðrann? Já, það umfram Elísu er rosalega erfitt að segja það sem að ég því miður þekki hana ekki nógu mikið. En já, það sem ég hef upp á að bjóða er bara jákvæðni og drifkraftur og í rauninni bara vilji og ástríða til þess að gera þetta mjög vel og að hafa Listó bara sem svona eina stóra fallega fjölskyldu í næsta ferli og næsta ári og já, það er bara það sem ég hef upp á að bjóða sko. Eins og Hrafnhildur sagði, það er ógeðslega leiðilegt að vera eitthvað að bera okkur saman af því að við þekkjumst ótrúlega takmarkað en það sem að ég hef er bara reynsla í Listó og bara ógeðslega mikil ástríða fyrir þessu hlutverki og þessari stöðu. Ég bara, já, eins og ég segi, eftir sviðsmynda fyrsta ári þá bara þetta er það skemmtilegasta sem ég geri og ég vil helst eyða öllum tímanum mínum inn í Bláasal þannig að það væri bara ótrúlega mikil forréttindi að fá að vera formaður. Þessi spurninga til Hrafnhildar og hún er svo löng að ég ætla að lesa hana. Þú talar að stjórnin ætti að fylgjast meira með miðstjórnarnefndum. Finnst þér ekki nóg að stjórnin velji formennina og leggja ábyrgðina á þá? Það er náttúrulega klálega skiptir máli hvernig við veljum sem formann miðstjórnarnefnda en ég tel alltaf að það er alltaf gott ef við myndum hafa fundið með svona kannski stærstu miðstjórnarnefndunum og bara öllum þeim sem að vilja hafa einhverja viðburði svo að við getum í rauninni tryggt að sé alltaf eitthvað að gerast. Það sem að ég vil að á næsta ári sé mjög góð stemming alltaf og sé alltaf eitthvað að gerast. Þannig að ég tel að stjórnin ætti að geta haft fundi með formönnum og tryggt að þau sé að sinna sínu og formönnum geti beint í til nefndarinnar sinnar. Þannig að já. Hvar finnst þér ábyrgðin liggja núna hjá miðstjórnarnefndum? Ábyrgðin núna? Það myndi ég byrja að segja að miðstjórnarnefndir eru eins og að fyrir eftir, bara eftir gerð nefndarinnar, hvað þau eiga að sinna, hvort það sé að auglýsa skólan eða hafa það út af við eitthvað, en þess bara ábyrgðir er alltaf að vera bara frekar sýnilega og að bæta félagslífið og koma fjölbreyttari hóp inn í félagslífið. Þetta er spurning til Elísu.
Í stefnumálum þínum talað þú að endurlífga suma nefndir. Ekki ástæða af hverju þær eru dauðar og ef svo er ekki, getur þú komið dæmi nefnd sem þú myndi vilja endurlífga? Já, sko, þarna ritnefndin sem var planið náttúrulega núna að endurlífga sem að COVID-pínu kom í veg fyrir að því ég held að, þú veist, að bæta við efni á NFFI og bara einhvern veginn að þessar nefndir, þú veist, eins og þessi nefnd að, þú veist, að því að hún getur ótrúlega mikið auglýst versló út af við eins og fyrir, þú veist, mér sem grunnskóla krakka ef ég hefði vitað NFFI síðan ég hefði ekki verið neins þar annar staðar ég hefði ekki þurft samfélagsmiðla því ég hefði verið þarna bara lesa fólkið í versló sko. Þannig að þú veist, þetta nefnd sem ég langar ótrúlega mikið að þú veist, og líka bara að þau getur unnið með stjórninni sko, bara til þess að, þú veist, að ef við erum með einhverja tilkynningar og eitthvað að koma sér inn á NFFI til þess að auglýsa svona viðbyrðið betur og þannig. Þessi fyrir Elísabetu. Elísabet, nú segist þú vilja búið til pláss handa öllum í nemoferlinu. Hvernig ætlar að fara því og finnst þér að vera raunhæft að fjölga mannskapnum í nemoferlinu? Sko, það er ekki þörf á að fjölga vegna þess að það er ekki, aðsóknin er ekki meiri heldur en í rauninni er pláss fyrir, það er pláss fyrir alla. En það er bara spurningum að vera ekki að setja saman fólk í sömu undirnefndir og já, bara að þú veist, það er hægt, það er ekki það margir sem að, eða það er ekki meiri frambúð heldur en eftirspurn. Herri Elísabet, nú talar þú að breyta áhorfið nemenda gagnvart bekkjaráðum. Hvernig ætlar að fara því og finnst þér að vera á þinni ábyrgð sem stjórnarmeðlimur þegar bekkjaráð er ekki partur af NFFI? Sko, þetta er í rauninni sko, ok. Sko, mér finnst að stjórnin eigi að geta haft áhrif á þetta með því að tala við skólastjórn. Að því skólastjórn sér bekkjaráðin og þú veist, við getum allir sammála það að það í rauninni bekkjaráðin eigi skilja meiri virðingu heldur en þið að fá. Að því þið að vinna bara ótrúlega hart að sér til dæmis við að halda peysó og gala og ég held að stjórnin á næsta ári geti haft áhrif á þetta með því að tala við skólastjórn og bara vinna með þeim að lausnum til þess að gera þetta betra. Okkurlega. Herðu, byrjum á Hrafnhildi, ég ætla að spila listó. Eru þið búnar að velja leikrit? Nei, þetta er náttúrulega samstarf á milli nefndar og allra aðra, þannig að nei, ég er því mér ekki búin að velja. Já, nei, þetta er ekki ákvörðun sem að formaður á að taka einn sko og hvað þá manneskja sem er ekki eins og komin inn í nefndina þannig að þetta er bara eitthvað sem nefndin gerir í sammenningu. Hérna, þetta er spurning til listaframbjóðenduna. Hvar ætlaði að halda leikritið? Í Bláasal er best að vera sko, ég er ekki að stefna að fara neitt annað. Já, bara í Bláasal, bara heima hjá okkur sko. Þetta er spurning til Elísabetar. Þú segist vilja auka upplýsingaflæði innan NFFI og finnst að NFFI Facebook síðan sé ekki nægileg til að veita upplýsingar. Jafnvel með því að stofna Instagram-reikning og SMS-kerfi. Finnst þér ekki að dreifa upplýsingum á 3 mismunandi stöðum flækja þetta meira en að leysa þetta? Ekki ef upplýsingarnar eru nógu skýrar, þá ætti þetta ekki að vera að flækja neitt, þá ætti þetta bara að vera að bæta í rauninni upplýsingaflæðið og bara passa upp á það að allir viti hvað er í gangi. Nú voruð þið með heimavinnu að skoða lög NFFI. Þetta er til ykkar allra. Finnst ykkur lýsingin á embættum ykkar í lögum NFFI vera nægilegar eða viljið þið breyta þessu? Mér finnst það ekki vera nægilegar hjá Nemo. Það er eiginlega bara að vera að tala gjaldkera og ritara og við framfylgdum því ekki að tilnefna einhvern ritara innan nefndarinnar. Mér finnst það ekki vera nauðsynlegt og já, það má í rauninni útskýra miklu betur hvað Nemo snýst. Já, mér fannst þetta bara vera mjög nægilegt að listafélagi að efla list og áhuga á list fyrir nemendur í skólanum sko. Ég tel það vera það sem það á að gera. Já, ég er sammála því sko, að þetta er náttúrulega það sem list á að gera en það er kannski betri útskýring líka bara á ferlinu einhvern veginn eða þetta er líka bara
nú er ég búin að lesa í gegnum þessi lög nokkur sinnum sko, og það er alveg fullt af það sem mætti bæta. Þannig að mér finnst alveg að bara eitt af fyrsta sem að næsta stjórn megi gera er bara að fara smá yfir þetta og kannski taka þess til í þessu af því að það er fullt af það sem er bara löngu hægt að nota og þú veist, að það þarf aðeins að fara í gegnum þetta sko. Það fyrir kannski bara yfir það núna. Hérna, ætlið að taka inn busa. Já, mjög góð reynsla að taka busa. Já, ég elska busa. Já, bara sama hér. Businn tekur mikið þátt í Nemo, þannig að alltaf ekki að hafa einni viðbót sem að getur skipt sköpum í ferlinu. Hérna, hafið einhver loka orð? Byrjum á Hrafnhildi. Já, bara það sem ég hef upp á að bjóða er bara eins og ég segi ástríða og drifkraftur og vilji og ég elska Listó og þetta ferli og bara allt sem kemur því við og ég mun ekki verða fyrir vonbrigðum eða þið munið ekki verða fyrir vonbrigðum ef þið kjósið mig og ég stend við mín orð og já, ég bara hvet alla til að nýta kosningaréttinn og setja X við mig. Já, ég bara hvetja fólk til að taka upplýsta ákvörðun og kynna sér stefnumálin hjá öllum frambjóðendum og bara hvað þið hafa upp á að bjóða og eins og ég hef bara ótrúlega mikla ástríðu fyrir þessu og langar að gera þetta svo vel og já, bara nýti kosningaréttinn ykkar. Já, ég er eiginlega bara svolítið í saman pakka. Ég elska Nemo og allt sem viðkemur Nemo, þannig ég held að sé engin betri í starfið og já, njóti bara vikunar og muni ekki á sér rétt. Þá eru þið búnar. Já, við þökkum frambjóðunum kærlega fyrir þetta og næst fáum við heldur betur nokkra. Það eru frambjóðin fyrir Skemmtó, Verslunarskólablaðið og Málfó. Við gefum þeim smá tíma til þess að koma sér upp. Og já, við sjá. Taka þennan stól. Og meðan þau koma sér fyrir þá fáum við að sjá stuðningsmannavídeóin þeirra. Eva fucking Sóldís. Þessi magnaða kona, þessi magnaða sál sem er með óþægilega mikið blæti fyrir herra hnetusmjör er í alvörunni talað ein besta manneskja sem ég hef kynnst. Eva klakar 2 ár síðan ég hef tapað. Sóldís er góð í mannlegum samskiptum, hún er fyndin, klár, traust og talar alltaf sinn hug. Hún er ekki hrædd við að segja sína skoðanir sem gerir hana að frábærum kandidata í bæði formann V88 og stjórn NFFÍ. Ég fekk þann heiður að vinna með Evu síðastliðnu ferli fyrir V87 og ég kynntist henni á vegu sem ekki margir fá að upplifa. Ég fekk að sjá hana right in action með hugmyndaflugið á efsta stigi og ákveðin framkvæmdarvilja sem ekki margir geta talið sig hafa. Eva er nefnilega þessi leikmaður sem allir vilja hafa. Hún er þessi leikmaður sem að þú þakkar Guði fyrir að sé með þér í liði en ekki á móti. Ég hef sjaldan séð eina mannesku með jafn mikinn metnað, jafn mikla ástríðu fyrir neinu verkefni eins og Eva hefur fyrir blaðinu. Það má eiginlega segja að hún gjörsamlega brenni fyrir þessari gullfallegu bók. Ég meina, konan vill fara í þetta verkefni 3. árið í röð. Ef það er ekki nóg mikið sannfæring fyrir ykkur, þá veit ég ekki hvað ég á að segja. Eva er með frábærar hugmyndir fyrir bæði nemendafélagið og V88 og því gæti ég ekki mælt meira með neinni annarri mannesku í þessar stöður. Ef þið viljið sjá bestu konu 03 árgangsins fremsta í flokki fyrir næsta skólaár, látið X við Evu Sóldísi í ritstjóru V88. Treystið mér, það er það eina rétta í stöðunni. Eva fucking Sóldís. Góðan daginn allir, nema Atli sem ég vona svo innilega að segja eiga vondan dag. Eitt er víst, kæru verslingar. Mikið agalega langar mig í franskar, salat og sölsu í form af Málfó. Á þessu eina ári frá því ég kynnti Sölsu hefur hún sýnt og sannað að hún er duglegasta manneskja sem ég þekki. Hún lifir fyrir nefndafélagið og líkt á skáldunum Klöppdöpsungu þá myndi hún deyja fyrir nefndina sínar. Ég get lofað ykkur því að Salsa er duglegri en allir hérna inni. Metta er með hennar skíni gegnum allt og ég gæti ekki talað það á öllum puttum og tásum hversu oft hún hefur reddað ótrúlegustu hlutunum án þess að vera beðin það. Hún er ákveðin allt, kann á leikinn og er með geggjutengls. En eins mikilvægt að það er fyrir jafn stórt batteri og Málfó að vera með duglegan formann,
þá er nákvæmlega engin tilgangur í störfum Málfó ef nefndin nær ekki að gera hlutina skemmtilega. Og ef nefndafélagið okkar, góðu gestir, á að vera það skemmtilegast á landinu, þá fylgir því auðvitað að stjórnin þarf einnig að vera skemmtileg. Þar væri salsa nauðsynleg því ég get fullyrt að hún elskar ekkert meira en gott flip, hart jam og sjúkt suð. Salsa er formaðurinn sem myndir raunverulega gefa verslingum peysurnar sem þeim borguðu fyrir. Formaður sem myndir loksins gera góðan sumarpakka og formaður sem myndir loksins gera Málfó að þessu stórveldi sem það þykist vera. Því Salsa er nefnilega hundur. Hún vinnur þessu hundur, hún djammar þessu hundur og jú, hún elskar þessu hundur. Og hverju í andskotanum hleypti þessum hundi út? Ég væri til í svör. Ég væri reyndar aðallega til í grænmetisspölsu, en líka svör. X við Salvör í forma Málfó. Ég veit eiginlega satt að segja ekki alveg hvar ég á að byrja. Mér finnst ég voða heppin að standa hérna og segja ykkur að velja Kristey sem næsta formann Málfó. Ekki að því ég er með valdablæti og vil geta haldið áfram að skipta mér að nemendafélaginu löngu eftir ég er útskrifuð. Heldur einfaldlega að ég treysti engum jafn vel fyrir þessu hlutverki og Kristey. Sem gamall Morfís liðsmaður, ástríðufullur Gettu betur stuðningsmaður og dómharður peysugagnrýnandi veit ég hversu mikilvægt það er að vera með trausta mannesku í þessu starfi. Þó að störf Málfó hljómi frekar einföld í fyrstu, þá er þetta fáránlega mikil vinna og til þess að allt gangi vel þarf ákveðna mannesku til þess að halda utan þau. Kristey er einmitt þessi manneska. Eftir að hafa fengið að sjá mjög náið inn í Málfóferlið í ár, sé ég langar leiðir hver á það raunverulega skilið að taka við Málfóhamrinu. Öll verkefni sem að Kristey tekur sér fyrir hendi klárar hún með stæl. Hún er tilbúin að hlusta og gera breytingar til þess að vinna með fólki með ólíkar skoðanir, fórna sínum tíma til þess að klára verkefni og sjá til þess að allt er gert með bestu mögulegu útkominni. Kristey er líka vinur vina sinna. Hún er með hjarta úr gulli og það skín í gegn í öllu sem hún gerir. Ef aðstæður eru erfiðar er alltaf hægt að leita til hennar og hún kemur með lausn og lætur mann líða margfalt betur. Það skemmir líka ekki fyrir að hún er algjör stuðbolti sem birtir til í hvaða rými sem hún fer í. Ég ætla með þess að ganga það langt að kalla hana kónginn sjálfan. Og ég veit ekki með ykkur, en mér finnst hljóma frekar vel að vera með kónginn sjálfan sem næsta formann Málfó. Það þarf enga sparfræðiformúlu til að setja saman góða stjórn. En kæru veslingar, gerið mér þann greiða að kjósa rétt og setið X við Kristey sem formann Málfó. Finnið þessa lykt. Þetta er lyktin af bættu félagslífi. Og vitið hvað hann kemur? Beint af Skorra Jóns. Þegar ég hugsa skemmtun, er Skorri langfyrsta manneskjan sem ég hugsa. Nei, ég meina, horfiði á mannin. Hann öskrar skemmtun. En formaður skemmtó þarf ekki bara að vera skemmtilegur, hann þarf líka að vera duglegur og metnaðarfullur. Skorri er duglegasti og metnaðarfyllsti maður sem ég þekki. Skorri er með reynslu í stjórnun þar sem hann var formaður TV í ár og tæklaði það eins og Van Dijk. Ég furðum ofta því hvernig Skorra verður ekki illt í bakinu. Einhver að gefa mér númerið hjá kýrópraktornum hans. Skorri Jónsson er maður fólksins og hlustar á þarfir þess. Ég á mig draum og það er hjá Skorra Jóns sem formann skemmtó. X Skorri. Hæ, ég hefði í rauninni viljað miklu meiri tíma í þetta en það er samt allt í góðu. Ég er einungis komin hingað til þess að tala hreina íslensku við ykkur. Ég ætla nefnilega að fara við staðreyndir og einungis þær staðreyndir eru hluti sem Danni gerði fyrir nefndinni í ár. Og þetta er notabenni allt faktcheckað af nefndarmönnum við skemmtó í ár. Við defum okkur í þetta. Hann mætti á alla fundi, reddaði gjafabréfum, inneignum og mat frá Walk-on og Lemon. Hann var stóran, ef ekki stærsta þátti að þið busa sem eru að horfa, fengi að sjá framan í aðra skólafélaga í fyrsta sinn og síðustu önn. Því hafa mikilvægt hlekkur í að redda díl við KSC sem gerði þeim kleift að halda busasnild yfir höfuð. Hann mætti á alla vatningar og lét sætu hjóla heim. Já, ok, hann eitthvað skutlaði heiminn. Hann er alltaf svo mikill herramaður, en það allavega er ekki pointið mitt. Hann beila á að baka bara til þess að geta haldið fund og hann fagnar afröngum með því að skóla í móið fjandinn hafi það og ég er ekki búinn. Hann var millimetr frá því að redda kórn. Sama stað og Justin Bieber hélt tónleika til að halda vælið þangað til að hertar aðgerðir skulla á. En notabenni var það eina húsnæði á landinu sem hefði getað hýst vælið fyrir öllu verslingum ásamt því að halda sóttvarnareglum. Og ekki nóg með það, þá var hann nú þegar búinn að redda díl fyrir næsta ár sem tæki gildi ef hann yrði kjörinn. Og trúið mér, þið viljið vita hvað það er. Það er nokkuð ljóst að það er ekkert sem getur stoppað hann að gæja, nema kannski eitt og það er fucking heimsfaraldur. Og samt ef maður pælir í, þá skiptir ekki svona máli hvort að COVID verður ennþá í gangi að næsta. Því ég veit að Danni myndi bókstaflega selja sálina sína til að geta haldið vælum áhorfendum og hvað þá venjulega busa ykkur.
Nei sko, hann myndi sækitt. Enough said hvað hann duglegur, það hann líka bara æðibiti með mér. Ótrúlega yfirvegar vinu sinna og síðan hann líka með þann eiginleika sem alla stelpur þrá. Hann hlustar og ekki nóg með það, ef hann heyri hugmynd saman hvort það sé góð eða slæm, þá meltir hann hana og ef hún góð, þá hendir hann hugmyndin í framkvæmd sama hvað. Sástu í alvörinni, this guy gets stuff done. Þú ætlar að kjósa Daniel Þór Skemmtó og af hverju? Jú, því hann á það einfaldlega skilið. Takk fyrir mig. Við vorum að hafa notið ræðana. Hérna komið fallegt fólk og þau ætla að kynna sig. Sælveri, Skóri heiti ég og að bjóða mig fram sem formaður Skemmtó. Góð kvöldi, Daniel Þór heiti ég og að bjóða mig fram í formann Skemmtó. Ég heiti Eva Sóldís og ég að bjóða mig fram sem ritstýra Verslunarskólablaðsins. Já, góð kvöldi, ég heiti Salver og ég að bjóða mig fram í formann Málfundafélagsins. Góða kvöldi, ég heiti Kristey og ég líka að bjóða mig fram í formann Málfundafélagsins. Ok, krakkar, við ætlum að byrja á einni spurningu til ykkur allra og það viljið þið gefa út skemmtunarskólablaðið? Kristey byrjar. Ok, já, þetta verkefni sem hefur verið svolítið vanrækt alveg, en það getur verið eitthvað sem ógeðslega skemmtilegt en þá náttúrulega með tilliti til álagstímabila að sjá sérstaklega eins og Verslunarskólablaðinu sem oft í kringum þann tíma sem að skemmtunarskólablaðið væri gefið út, en þetta eitthvað sem ég var alltaf mjög til að gera. Já, klárlega, mér finnst þetta góð hugmynd og bara svo lengi sem þetta gert vel þá held ég að þetta sé alltaf eitthvað sem við ættum að reyna að gera. Já, ég mjög opinn fyrir því ef það gert mjög mikið pepp í kringum það og ég myndi vilja peppa það í gang, sko. Já, ég mjög opinn fyrir að vinna með svona öðrum nefndum, já. Já, klárlega, ég væri ekkert eðlilega til í að fá að vinna með þeim geðveikt, sko. Já, næsta líka fyrir ykkur öll og við ætlum að byrja á Skóra. Sjáu þið ykkur sem fyrirmyndir? Já. Já. Já, þó ég segi sjálf frá. Já, já. Svona oftast, já, ég það. Ok, og við tökum hérna raunin tilbaka. Ætlið að taka inn busa? Já, það bara, já, sé ekki fram á hana. Já, klárlega, það mikilvægt að koma busunum sem fyrst inn í félagsliðið og að taka busin í stjórnarnefnd auðvitað stór partur af því. Já, án efa. Sko, Skemmtó hefur oftast ekki tekið inn busa en ég opinn fyrir að skoða þetta, en já, það sem ég segi. Ég verði alveg að vera sammála Danna að ég mjög opinn fyrir að skoða þetta og þetta líka hrikalega góð stökkpallur fyrir fyrsta ársnema inn í félagslífið. Frábært. Næsta spurning var að lesa hana, ég gleymdi henni. Já. Viljið þið bæta upp fyrir síðastliðið ár og ef svo hvernig? Byrjum á Skóra. Mér langar til að bæta upp fyrir seinasta ár að busaukan verða sjálfsögðu geðveik. Vælið, hann mun setja allan skólan í sæluvímu restan líf ykkar. Trust me on this, trust the progress. Sér langar mig líka ógeðslega mikið að halda ball í lok skólaár til að loka skólaárinu með alvöru stæl, sko. Já, það náttúrulega fer alltaf eftir hvort að COVID verður eða COVID verður ekki, en ef við segjum að COVID verður ekki lengur, þá klárlega vil ég hafa busavakningar, bara mjög flott myndaband og endurvekja busahrekki sem voru gerðir árum áður. Svo náttúrulega hafa klikka busaviku því að það svona til að kynna busana fyrir verslunarlífinu og allir koma bara, vá, þetta skólinn sem ég sótt og hér líður mér vel. Og svo náttúrulega hafa Vælið bara stærri en nokkru sinni fyrr og markmiðið náttúrulega alltaf að hafa í Eldborg. Og já, og svo hafa náttúrulega Valentínsvikuna, Skemmtunarskólablaðið, endurvekja fyndnasta verslingin og já, það svona fyrir Skemmtó. En strákar, þið segja náðuna báðir að þið viljið gera upp fyrir nýliða ár, en hvernig ætlið að gera það? Hvað komum við smá hugmynd? Hvernig ætlið, já, bara gera allt bara miklu stærra.
bara safna styrkjum og fá bara meira fjármagn í vælið og bara gera opnunaldrei stærra en nokkru sinni fyrr. Bara reyna að hafa þetta tvöfalt væl, en það er náttúrulega verður aldrei tvöfalt, en já, ég held að það sem ég myndi gera. Ég myndi byrja buðsöguna á því að fá the real Versló Spirit inn í Versló sem var þegar 4 ára kerfið var enn í gangi og já, ég myndi gera vælið svo humongous að það er rosalegt. Ég myndi hafa opnað atriði og öll atriðan inni. Já, ef ég svara kannski hvernig, já, þá var bara að safna fleiri styrkjum og ég strax byrja að pæla í því og búin að hafa samband við einhverja og margir opni fyrir að ef að COVID hættir að styrkja svona stóran skóla eins og Versló og með meira fjármagni tel ég að hægt að gera þetta stærra en hefur verið. Svona, já. Svaraði spurningunni? Já, það gerir það svo sannlega. Eva Sóldís. Já, mig myndi langa að halda fleiri viðburði og innan Verslunarskólablaðsins myndi mig langa að taka að mér fleiri verkefni og nefndin sjálfa sjálfsögðu. En óháði hvort að COVID verður, þá myndi mig einmitt langa að hafa viðburði bara sem allir geta tekið þátt í, bara eins furðulegir og þú veist keilukvöld eða skákmót eða eitthvað sem er ekki fyrir þá íþróttalegu sinniði. En einmitt, ég væri bara svo ótrúlega til í að vera opinn fyrir hugmyndum allra og leyfa öllum að vera með input og þú veist, hafa iðulega bara svona spurningaskjöl eða svona skjölar sem fólk getur komið með hugmyndir og þá verður stjórnin með opið hugafar fyrir þessum hugmyndum og reyna að útfæra allt, skilur og það við höfum ekki fengið að útfæra svo mikið á þessi ári og það verður svo geggjað að bæta upp fyrir það. Já, ég ger alltaf ráð fyrir að við getum safnað fleirum saman og þá er mitt fyrsta markmið að rífa aftur upp stemminguna fyrir Morfís og Gettu betur, fá góða aðsókn strax á fyrstu keppninnar og það sama við stjórnarviðburði. Ég vil leggja sérstaklega áherslu á það að fyrstu vikur skólans, fyrstu viðburðirnir verði auglýstir rosalega vel og við setjum markið strax virkilega hátt og til þess að aðsóknin á Morfís verði til dæmis góð vil ég byrja strax á æfingatímabilinu að auglýsa liðin og bjóða fólki á viðburði eða æfingakeppnir þannig að fólk vita alveg hvað þetta er þegar keppnistímabili byrji og já, þannig að ég vil leggja bara miklu áherslu á það að stemmingin fari strax aftur í gang. Takk fyrir. Það er mikið sem ég langar að gera til að bæta stemminguna, gerandi ráð fyrir því að COVID ástandi verði skárra. Mér langar þá að nýta sumarið og mögulega að því greiði 0-2-módelin það var svolítið skemmt fyrir þeim að mögulega halda sambærilega viðburði og miðstjórnarferðina eitthvað svona stórt þar sem margir geta komið saman fyrir það sem 0-2-módelin búið líka. Svo langar mig að búa til meiri stemmingu í kringum Gettu betur og Morfís-ferlin með því að til dæmis rífa í gang lögsögumannanefndina. Það finnst mér líka að vera góð stökkpallur fyrir busa sem langar að komast inn í félagslífið að stuðla að bara meiri stemmingu í kringum Gettu betur-liðin og gefa þeim verkefni eins og kannski lög eða búa til einhver stuðningsmyndbönd og gera vinningspott til að efla aðsókn á Morfís-keppnir. Og ef ástandi í COVID verður ekki skárra þá held ég að það sé bara mjög góð hugmynd að gera fleiri rafræna viðburði eins og stjórnin gerði í ár af því að það var mjög mikið stemming þegar við fengum svoleiðis viðburði. Ok, heyrðu krakkar, ef þið verðið kosin inn, ætlið þið ykkur að miðstjórnarnefnd? Byrjum á Skora. Já. Nei, ég myndi bara einblína á formann Skemmtó og í stjórn Versló. Já, nei, ég myndi ekki fara í miðstjórnarnefnd, ég myndi bara einbeita mér að Verslunarskólablaðinu. Nei, ekki ég heldur. Ég held að formanns hlutverkið og stjórnarmeðlam hlutverkið sé bara alveg nógu styrkbiti til að sjá Já, stjórnarhlutverk og formannshlutverk eru gríðarlega stór og mikilvæg og þess vegna myndi ég einblína aðalega á það en ef svo væri þá væri það bara einhverjar minni miðstjórnarnefndir sem er ekki að sinna jafn stórum hlutverkum. Ef þið komist ekki inn sem formenn, ætlið þið viðtal og pössum aðeins að tala skýrt og byrjaðu Kristi. Já, ég myndi 100% fara í viðtal af því mér langar aðalega bara að koma eins nálægt málþófsferlinu og ég mögulega get hvort sem það er sem formaður eða ekki. Það var ég með hellinga hugmyndum sem ég vil nýta í nefndinni. Já, 100%. Ég er búin að skemmta mér alltaf vel þetta árið í málþóf þannig að ég myndi ekki geta sleppt því að fara í viðtal sko. Japp,
Ég myndi svo sannarlega fara í viðtal, komast í verslunarskólablaðið or die trying. Já, ég myndi fara í viðtal því að bara þetta ferli sem ég hef gert núna í Skemmtó í ár þótt af að COVID er bara eitt af skemmtilegsta sem ég hef gert í skólanum. Já, 100%. Ég veit að ég og Danni vinnum vel saman og mér langar ógeðslega mikið að prófa þetta. Flott, heyrðu, við ætlum að taka síðustu spurninguna fyrir ykkur öll, svo fyrir við að grilla ykkur einstaklingana. Við byrjum á þér, Skori, og tökum svo röðina. Hversu mikið eittu þið í greiði frambóð núna, úr eigin vasa? 0 krónum. Ég eitti 35.000 skall í bæklinga og plaggat og svo 5.000 skall í Simpson-karakter af mig sjálfum. Ég eitti 0 krónum. Ég eitti ykkur í kringum 15 skall. Ég eitti 16.000 krónum úr eigin vasa. Ok, mjög flott. Við ætlum að einblína núna aðeins á frambjóðandi til skemmtinefndarinnar. Og fyrsta spurningin er, ætlið þið að gera eitthvað til þess að bæta upp fyrir það sem að 04 módelin fengu, ekki það sem þið fengu venjulega? Ef svo er, hvað myndið þið gera? Mér langar persónulega að gefa 04 módelunum eitthvað í líkingu við busaferðina sem við fengu ekki og gera þetta alveg skemmtilegt fyrir þau eða jafnvel bara halda eitthvað skemmtilegt kvöld og já. Já, ég er sammála því. Ég held að það er ekkert að halda einhverja busaviku fyrir þau að fara á annað ár eitthvað hannig en að halda kannski annað árs kvöld eða annað árs ferð væri mjög sniðug hugmynd til að rífa saman árganginn. Ok, Skorri, nú vitum við að þú hefur ekki endilega reynsluna úr Skemmtó en þú varst í NFFI TV þetta árið. Getur þú sagt okkur aðeins frá hlutverkuninu þar og hvað þú gerði þar og hvernig það myndi hjálpa þér sem formaður Skemmtó? Já, hlutverk mitt ég byrja bara sem við gerðum, við gáum út þátt og hlutverk mitt þar sem formaður var bara að halda utan nefndina og reyna að skipta hlutverkum jafnt á milli og það sem geti hjálpað mikið, það sem ég er búinn að vera í TV í 2 ár og annálunum núna í ár, hjálpar hrikalega mikið fyrir busvagnavídeóið og það sem ég tel mig hrikalega hæfan líka að ég peppaði fólk fyrir þáttunum báðum og ég tel að stemming á þáttum og viðbörum er ógeðslega mikilvægt. Ok, sorry. Er ég að taka frá þér? Já, ok. Strákar, núna segið þið báðir að þið viljið gera vælið geðveikara en áður. Hvernig myndu fara því? Eins og ég kom fram á þann er að reyna að safna styrkjum til að fá, ég er búinn að segja alltaf oft styrkir en eins og opnunaratriði það kostar allt sitt. Harpan kostar sitt, opnunaratriði kostar sitt og svo myndi ég líka vilja nota krafta nemenda í versló í atriði á vælinu, til dæmis dansarar fyrir aftan artista og já, í Helltime showinu og já, nýta þannig krafta nemenda í verslunarskóla líka. Sammála Danna. Nei, grín. Þannig að já, ég myndi safna fullt af styrkjum og gera geðveikt opnunaratriði og já, ég myndi vilja fá bara ekki bara eins hæfileikakeppni en ég myndi vilja sjá hæfileika annarra nemenda til að vera með atriði á vælinu sjálfu bara sem skemmtunaratriði og fleira. Ok, flott þá ætlum við aðeins að færa okkur yfir í verslunarskólablaðið. Eva, nú þekki ég þekki engan sem að nota snobbið. Kannski er þetta eitthvað einsdæmi en það virðist vera sem að enginn noti snobbið í þeim tilgangi sem það ætti að vera að nota. Finnst þér að vera orðin peningasóun og pappírsóun á þessum tímapunkti eða myndu halda áfram að prenta út snobbið? Mér finnst það að vera orðin peningasóun og tímasóun á þessum tímapunkti. Ég er ekkert alfarið á móti snobbinu en ég væri mjög til í að endurskoða hvernig við höfum snobbið og þá reyna að gera það meira í takt við hvernig verslingar langar og hvernig þeir myndir nýta á þessum tímapunkti. Kannski gera rafræna útgáfu af því á einhvern hátt, reyna að gera eitthvað mjög metnaðarfullt í því en annars er ég bara mjög peppið fyrir að finna ný verkefni sem eru meira í takt við það sem verslingar raunverulega langar en ég myndi að sjálfsögðu taka ákvörðun það í samræði við nýja nefnd og nemendur skólans.
Ok, Eva, hvernig mun... Það er svolítið smá aggressiv. Eva, hvernig mun reynsla þín innan NFFÍ gegnast sem ritstýra VAF88? Ég myndi segja bara vel, sko. Ég var byrjusinn í VAF86 og ég var núna í VAF87 sem samfélagsmiðla stýra. Svo ég held að það væri bara ótrúlega þægilegt að vera að vinna með einhverju mannesku sem hefur gert þetta áður og ég vil meina að ég þekki nefndina inn og út. Svo að, já, ég held að það væri mjög þægilegt að vinna með mannesku sem hefur reynslu á við mig. Og já, ég held að það sé kannski ekkert meira um það, sko. Þá ætlum við að færa ykkur yfir í Málfó og stelpur, hvernig ætlið þið að sjá til þess að Málfó skili sér í ákjósanlegri peningastöðu, fjárhagsstöðu? Ok, ég skal byrja það. Já, eins og flestir kannski vita þá er peysusalan langstærsta tekjulindin okkar og það er bara algjörlega að sjá til þess að hafa peysur sem fólk vill kaupa og hafa peysur í góðum gæðum og sem sem sanngjarnustu verði fyrir nemendur svo sé meira aðsókn í þær. Svo finnst mér líka ógeðslega mikið að leiðum sem Málfó gæti verið að auglýsa fyrir fyrirtæki sem við erum ekki að nýta. Við erum með hellingavarning sem við getum byrjað selt og sem við getum nýtt í auglýsingar og svo erum við með streymi og bara það markaðsmál í Málfó er eitthvað sem ég hafa yfirsést síðustu ár og bara, já, og selja náttúrulega meiri varning sem ég held að ég geti líka hjálpa að byggja upp stemmingu kring viðburði og bara almennt í nemendafélaginu. Já, þegar við fyrir að hugsa um þetta, þá þurfum við náttúrulega að byrja að taka útgjöldin okkar saman og það er náttúrulega að koma þjálfararnir sem eru rosaleg upphæð sem við erum að eyða í þjálfara á hverju ári og við þurfum að byrja bara snemma í sumar að fara að huga að samningum við þjálfara. Við þurfum að finna þjálfara sem hafa virkilega ástríðu fyrir því að Vestló gangi vel. Það heppnaðist mjög vel í ár en við þurfum líka að hugsa því að við séum ekki að setja nemendafélagi í margra milljónir króna mínus. Við viljum kannski meira í plús en já, þannig við þurfum að finna skynsamlega leið til að skrifa undir samninga með þjálfurum en svo þurfum við auðvitað líka að hugsa um tekjulindin okkar sem eru sölurnar okkar og ég vil frekar halda fleiri sölur og selja verslingum fleiri vörur fyrir sama pening í staðan fyrir að halda eina stóra peysusölu þar sem við erum að selja kannski nokkra týpur á allt og háu verði. Þannig að ég vil frekar einblína á sölur jafnt og þétt yfir árið en auðvitað þurfa að vera með þessa árlegu peysusölur en eins og ég tala með bæklingum mínum þá vil ég til dæmis taka af álagningu á peysum sem við gerum í samstarfi með einhvern stórum fyrirtækjum og það vil ég gera með því að vera að selja fleiri varning jafnt og þétt yfir árið. Það er ekki svara. Yes. Já, spurning úr sal, þú mátt bara koma. Við tökum bara einu á meðan þú kemur upp. Núna voru þið báðar í Málfó. Væri fínt fyrir alla heima að vita hvað hlutverkum þið sinntu innan nefndarinnar. Já, ég skal bara byrja. Nefndin vinnur auðvitað flest verkefni og sérstaklega þessi stóru bara mjög vel saman. Mér finnst alltaf best þegar nefndir vinna þannig að verkefnum. Það er ekki gott ef þetta lendir allt á einum. En auðvitað er mikið af litlum verkefnum eins og bara safna styrkjum þar sem að ég kom allavega með eitthvað fram að færa og eins og bara vörustyrkir eins og fyrir Gettu betur kvöldið og margir hlutir, að koma að morfísferðlunum. Ég fór til dæmis í æfingaferðin á Akureyri, sáum að vera fundarstjóri, þannig að það er alltaf þessi litlu hlutir sem maður kemur að eins og bara skrifa annálinn fyrir VAF87 og bara svona, en já, mest af þessu er samt unnið auðvitað bara í góðu samstarfi við hvort annað af því að þannig vinna nefndir líka bara langbest, finnst mér á minnsta kosti. Já, ég er samanlega, það var mikil samheldni í Málfónefndinni í ár sem ég finnst mjög mikilvægt og ég held að það sé stór ástæða fyrir því að nefndinni gekk svona vel, ég er með smá hálsbólgu. En já, þannig mikið verkefnum var skipt á milli en það voru eldri krakkarnir sem voru að taka þessi hefðbundnu hlutverk fjármálastjóri og markaðsstjóri en eitt af því sem ég tók að mér var eftir peysuhandlingina 2 sem voru með þá tók ég að mér að taka á móti bara skilaboð frá fólki sem átti ennþá eftir að fá peysur og koma peysum til þeirra og það var ekki hægt koma upplýsingum endurgreiðslur til féhirðis og svo þetta bara
mæta á fundi á samræðufundi möguleg samstörf við fyrirtæki og allar myndatökur sem við erum að taka og bara taka þátt í öllu sem ég gat. Ok, ég er bara með einu spurningu, Salvör, að því þú talar að lækka verð á peysum, bara hvernig ætlar að fara að því þar sem að verði á peysunum hefur aldrei verið að blátt og var núna og það er svo mikil verðbólga í landinu, þannig ég er bara að pæla hvernig ætlar að fara að því. Já, ég er það aðalega að tala peysur sem við gerum í samstarfi við öðrum fyrirtækjum eins og mér langar að gera. Þetta árið gerðum við peysur með 66 og það er eitthvað sem ég er opinn fyrir að skoða aftur, mér finnst það heppnast mjög vel. En ég held að við gætum á endanum grætt meira á því að setja minni álagningu á þær peysur eða þá mögulega að finna einhverja flottar týpur sem fást á bara á lægra kostnaðarverði. Af því að leið við náum að lækka verðið smá þá í leiðinni fáum við fleiri til að kaupa. Þannig að það er svona pælingin með mín með það. Og með því að fá innkomu í gegnum fleiri sölur yfir árið þá í rauninni dekkum við innan kostnað eða tapið sem felst í að lækka verðið á peysunum. Já, Kristey, þú segist vilja vinna, í bæklingniðinum segist þú vilja vinna nánar með foreldrafélaginu. Hvernig þá? Það átti aðalega að vera bara upp á hagsmunum nemenda af því oft þá er kannski eitthvað sem að þau eru ekkert alltaf tilbúin að bara gefa grænt á, þannig kannski ef að við svona aðeins, hvað segir maður, ég ætla ekki að reyna að segja þetta, sleikjum við aðeins upp þá kannski fáum við meira frelsi gagnvart reglum sem þau hafa verið frekar ströngt á annars. Ok, Salvör, þú ert nú af landsbyggðinni og býrð á Höfn. Þetta átti ekki að vera svona en heldur að það muni hafa áhrif á formannsstörfin ef þú kemur til með að vera kosin? Nei, ég mun bara sjá til þess. Ég er ráðin í þannig vinnu að ég get komið í bæinn hvenær sem ég vil og muni þetta að koma mjög reglulega yfir sumartíman. Flestar helgar ger ég ráð fyrir að ég get alltaf verið í bænum og svo lengi sem að fundir séu skipulaðir bara með fyrirvara þá sé ég ekki fram á að það verði neitt vesen sko. Salvör, núna er aðalkostnaðarliður Málfó eiginlega þjálfarar. Hvernig viljið þið hvernig maður að orða þetta? Hvernig viljið þið vera vissar að fá sem bestu þjálfara án þess að brjóta bankan? Brjóta bankan. Mér finnst kannski það sem ég hef hugsað mér er mögulega að ráða þjálfara sem eru kannski nýrri en með bara þessa ástríðu fyrir keppninni og ástríðu fyrir að standa sig vel í keppni og bara mikinn áhuga og mögulega við vorum með mikið þjálfurum í ár, í heildina vorum við með 6 þjálfara og svo einhver aðstofamenn líka en þannig kannski fá bara færri þjálfara og ekki kannski eins reynda sem er að krefjast meir og bara ég held að allir sem hafa áhuga og áhuga að gera þetta starf vel geti gert þetta starf vel, þannig kannski fá einhverja bara nýri. Já, við þurfum alltaf að finna þjálfara sem eru tilbúin að leggja mikla tíma í þetta og vilja virkilega að liðanum gangi vel af því það fer ótrúlega mikil tími og bara vinna í bæði keppninar, Morfís getur betur og ég meina krakkarnir eru að leggja sig alla fram og við þurfum að finna þjálfara sem eru tilbúin að gera það sama og að taka eins og við höfum verið með gegnum árin, þetta eru oftast gamli nemendur sem hafa verið að keppa fyrir hönd skólans áður og hafa því brennandi áhuga og reynslu. Þannig að við þurfum að finna einhvern góðan milliveg á milli þess að finna reynda og þjálfara með áhuga en samt að geta haldið útgjöldum okkar í sem mestu lágmarki. Kristey, þú talar að vilja lífga NFVFI heimasíðuna. Hvers vegna og hvernig? Hvers vegna, þetta er bara þægilegur svona miðill fyrir fólk sem kannski er utan nemendafélagsins til að kynna sér nemendafélagið og bara þeirra helstu störf allt á einum stað og þetta getur stjórnin gert í samráði við ritnefnd eða auglýsingarnefnd eða sem þyrfti þá að endurljúka eða svo NFVFI Instagramið, það er ekki flóknara en það heldur bara logga sér inn á að byrja að posta og koma í svolítið út í kosmosin bara hvað við erum að gera, fá meira athygli á skólan og félagslífið af því þetta er svo risastórt batteri og sem við gætum verið að markasetja miklu betur bara í gegnum þessar síður.
Og Salvör, þú talar með auknan varning. Hver væri þessi varningur? Já, ég vil bara halda svona fleiri pop-up sölur yfir árið eins og við gerðum núna með Vaffi MR-bóluna. Halda, þú veist, sölur eins og fyrir morfískeppnir, fyrir Gettu betur-keppnir, setja eitthvað að pakka á markað, þú veist, sumarpakkin er alveg pæling aftur eða eitthvað svona pre-covid pakki eða eitthvað svona, eitthvað rugl bara, eða þú veist, bara hvað sem okkur dettur í hug, fatti. Og það getur bara verið, ég heyri til dæmis að Kristi var með góðar hugmyndir svona vælspakka og eitthvað svoleiðis, þannig að þú veist, já, bara hvað sem okkur dettur í hug í rauninni, við getum framleitt svo ótrúlega margt annað en peysur. Ég mjög sammála. Ef eitt af stærstu hlutverkum Malfo að selja varning og ef við getum komið bara nokkrum mismunandi típum af varning í sölu og þá bara oftar og þá kannski minna magn og sem væri þá meira eftirspurn í og ég held að það myndi bara búa til svolítið góða stemmingu innan félagsins, ekki bara það, veist, og ekki bara vera tekjulind, heldur líka bara búa til stemmingu. Ok, já, núna engin spurning að mesti matarkvótinn fer alltaf í Malfo. Það satt best að segja að það mun ekki ganga áfram að flest allur pizzakvótinn fari í þjálfarana þá aðalega og líka til leikmenn liðan okkar. Hvernig ætlið þið að tækla matarkvótamálið án þess að það bitni á restina af nemendafélaginu? Bara eins og fyrir það sem vita ekki þá fengum við líka styrk frá núna Kori og bara matastyrk fyrir liðin af því að þetta er ógeðslega mikið sem liðin þurfa náttúrulega að borða, þau eru bara í stanslausri keyslu á álagstímabilinu sínum og eiga finnst mér skilið þennan mat en til að bitna ekki á öllu nemendafélaginu fara bara strax í það í sumar að hafa samband við bara mannfyrirtæki til að fá fleiri svona styrki þá bara fyrir þessi lið. Já, akkurat, að vera með sér Malfo-kvóta sem er þá bara hugsaði fyrir liðin okkar en ekki að NFI í heild auðvitað, mér finnst mjög mikilvægt að aðskila þetta tvennt svo að einmitt eins og Eiki var að tala að við séum ekki að ræna í rauninni kvóta af öllum öðrum, það virkar ekki og bara hafa samband aftur við eins og Búlluna sem við vorum í góðu samstarfi með núna og auðvitað reyna að leita bara að sem flestum fyrirtækjum sem eru tilbúinir að gefa eitthvað af sér. Flottir, heyrðu, þetta er til allra og við ætlum að byrja að skora. Hvenær sjáu þið fyrir ykkur að fyrsti viðburður ársins verði? Hvenær? Frá Skemmtó þá? Bara yfir höfuð? Busavikan að sjálfsögðu. Já, hvað, ertu ekki að tala um það? Jú, en haldið þú að Busavikan geti alveg verið haldin eins og venjulega? Já, út af COVID. Út af COVID, já. Frekar augljóslega. Já, ég held að Busavikan verði haldin í ár. Náttúrulega fyrsti viðburður sem stjórnum halda verður líklega miðstjórnarferðin sem verður í sumar og ég trúi því að Busavikan verði á venjulegum hætti. Já, ég tek undir með Daníel Þóra, ég ger ráð fyrir miðstjórnarferðinni í sumar en af hálfu Verslunarskólablaðsins myndi mig langa að koma með eitthvað viðburð eða verkefni í byrjun skólaárs. Já, miðstjórnarferðin horfi ég á til fyrsta viðburð stjórnarinnar allavega og ég vil einmitt leggja áherslu á það að stækka hana eins mikið við getum. Fá góða artista og búa til meira stemmingu kringum þetta, fá fleiri utanskóla nemendur bara til að stækka þetta og kannski vera með einhverjar skipulega dagskrá, einhverjar bekkjarkeppnir eða eitthvað þú veist sem að dregur fólk að. Þannig að ég held að það sé allavega klárlega fyrsti viðburður innan stjórnar og sem Malfo-formaður held ég að einhver sala annarkvort í sumar eða snemma í haust væri það fyrsta sem við myndum henda í. Já, sem formaður Malfo þá myndi ég klárlega vilja skoða það að gera annan sumpakka. Þetta heppnaðist mjög vel í fyrra, þetta gekk bara mjög smooth svona yfir og þetta er eitthvað sem var spennandi að reyna að gera aftur og kannski gera bara alveg nýtt innihald. Þetta er góð leið til að kynna Malfo fyrir busunum og gera þau spennt fyrir að koma til okkar í skólan haustið og svo auðvitað miðstjórnarferðin vonandi, eða það er búið að loka bóluefni, vonandi verður stafið það en ef ég myndi sjá fram á að það væri ekki hægt þá vildi ég klárlega halda einhver rafræna viðburði til að halda einhverju félagslífi í gangi yfir sumarið. Ok, þeir eru greina öll mjög bjartsýn á miðstjórnarferðina.
En ok, við ætlum að run it back og fara aftur í skemmtilegskólablaðið. Hvernig myndið þið vilja hafa það? Bara skori. Skori. Ég myndi svona að vilja Já, náttúrulega skemmtilegskólablaðið er gert í VAFI MR-vikunni og er þá skemmt og VAF 88 vinna saman með Málfó að gera blað þau og já, ég held að þetta verði bara, ég veit ekki hvað mikið hægt að breyta yfir skemmtilegskólablaðinu, bara að reyna að láta ekki lenda í mínus og kannski ekki láta allan kostnaðinn bitna á skemmt og VAF 88. Ég tek bara orð langaða mín svo gera það mínu megin. Bara let's make some money. Já, ef við myndum gera verslunarskólablaðið, ég meina skemmtilegskólablaðið, þá myndi það vera einmitt í samstarfi með Málfó og Skemmtó. Ég var alveg til að breyta verkaskiptingunni smá, það hefur smá verið þannig að Skemmtó hefur gert alla skemmtilegu greinarnar og síðan hefur verslunarskólablaðið verið að setja þetta upp eitthvað seint kvöldin. En ég væri til að nefndina myndi vinna aðeins meira saman í þessu, þú veist, allavega sérstaklega í gerð skemmtilegu greinarna. En síðan myndi mér líka langa að gera eitthvað svona skemmtilegt í kringum þetta eins og þú veist, þegar 0-0 módelin voru, það var svona skemmtileg myndataka og ég væri bara til í að nefndinar myndi vinna bara betur saman og þú veist, hafa meira gaman að þessu. Já, klárlega að nefndirnar 3 myndi koma sér vel saman og gera þetta saman svolítið að einhverju heild og líka bara þannig að þetta sé góð kynning á nefndunum og aðalega kannski bara til að pappa, þú veist, eins og fyrir busana að geta lesið þetta í VAFI MR-vikunni og þú veist, kynnt sér þetta sem við erum að vinna að yfir árið. Já, þannig að þetta væri bara svona skemmtilegt og markasetning á leiðinni fyrir okkur. Það sem hefur átt í hættu að gerast varðandi sköpun á þessu blaði er að það hefur orðið leiðindi milli nefnda út af verkefnaskiptingu og ábyrgðardreifingu. Þannig bara að passa það og að ef þetta blað á að verða þá verða allir að vera til í það og það á að vera skemmtilegt verkefni og bara allir að vinna saman í að því að það stuðlar samheldni innan bara milli stjórnarnefnda og held að það verði bara mjög skemmtilegra blað. Ok, flott. Við ætlum að loka þessu með einni spurningan og þetta er mögulega bara mikilvægasta spurning sem þið fáið í kvöld. Eru þið, öll sömul, tilbúin að taka það á ykkur að vera edrú á hverju einasta balli? Kristey. Ef það þýðir að ég fá að sinna þessu embætti sem ég hef gríðarlega mikinn áhuga á, þá já, er ég meira en tilbúin að taka það á mig að vera edrú á öllum böllum. Já, það eru kostir og gallar við allt, þannig að ég verð bara, já. Það verður bara að vera svoleiðis. Já, svo sannarlega. Ég er alltaf til í að vera edrú á böllum, sko. Já, ég myndi gera það. Það er alveg hægt að skemmta sig edrú og ég myndi gera það fyrir að vera formaður skemmtinefndar. Ef það eru formaður Skemmtó, ekki spurning myndi mæta edrú á böll. Það er verið bara besta sem ég gert á æminni, sko. Ok. Já, Kristey, þú taka aftur. Þú myndir mæta edrú á böll, en myndir fara heim edrú af böllum. Hvað ruglar í gangi hérna? Skori, þú bjargar. Ég myndi vera edrú á öllum. Já, ég myndi fara heim edrú. Ok, loka orð, Skori, byrjað. Let's make some money, X við Skorra. Já, bara vil ég hafa næsta ár ekkert eðalega skemmtilegt, bara væl sem verður stærri en einhvern tímann áður, busaviku, sjúka, þá myndi ég að X við Daniel. Mér langar að gera bilaðslega flott verslunarskólablað og bara ótrúlega viðburðaríkt og skemmtilegt skólaár. Svo please kjósi mig. Já, mér langar að stækka allt sem að viðkemur Málfó, fá góða aðsókn á Morfís eins og hefur alltaf verið gegnum árin, stækka VAFI MR og gera bara góða peysusölu og afhenda ykkur peysunar á réttum tíma, þannig að ykkar er valið.
Það sem ég langar að gera á næsta ári er að halda áfram að vinna og leyfa ykkur öllum að hafa gaman að því með okkur. Og þetta líka bara að gera sjúkar peysur. Þannig X við Kristey. Já, þá kveðjum við þessa frambjóðendur og fáum því næst upp á svið ósungnu hetjur nemendafélagsins Féhirðir og markaðsstjóri. Og á meðan þau koma sér fyrir þá ætlum við að horfa á stuðningsmanna-vídeóin. Rut Pétursdóttir, hvar á ég að byrja? Rut er ein metnaðarfyllsta manneskja sem ég þekki. Það er heldur betur erfitt að finna hæfari manneski í þetta starf að mínu mati þar sem Rut er með allt upp á 10. Öll verkefni sem hún tekur sér fyrir hendur eru alltaf 100%. Hún er einnig óhrædd við að taka ákvarðanir sem varða fjármálkvasi og var hún með mikið yfirsýn yfir þeim málum. Síðan er hún svokölluð skandalakona og frá því sem ég hef heyrt hefur það fylgt fyrir Féhirðum Versló. Nei, ég segi samt alveg frekar meant to be ef þú spyr mig. Rut var mér til hals og traust í fjármála og markaðsmálum Kvasis og stóð hún sig eins og hetja. Þegar ég segi hetja þá meina ég hetja. Hún vissi alltaf hvað var næsta dagskrá og var alltaf með allt á hreinu. Einnig má nefna yfir 100.000 króna hagnaðinn sem við vorum í eftir fyrsta tölublaðið og var það allt þökk sér Rut. Hún er bara einfaldlega alltaf með puttan á púlsinum þegar hvað var það fjármál. Einnig má ekki gleyma því að hún er ekkert eðlilega fyndin og skemmtileg og telji það vera mjög góðan kost þegar kemur að stjórnarsæti. Það er líka mjög gott að tala við hana og leita til hennar ef þú ert í vafa. Það til ég vera álíka jafn mikilvægan kost fyrir Féhirðið þar sem Rut mun vera í nánum samskiptum við nemendur skólans og nefndir. Þannig ég hef aðeins eitt að lokum til þess að segja og það er ekki hika við að setja X við Rut í Féhirði. Þið muni ekki sjá eftir því. Högni Hjörvarsson, hann er frábær. Allir sem þekkja Högna persónulega eða hafa fengið að vinna með honum eða bara þekkja til hans vita hvað hann er yndislegur. Högni er að bjóða sem með Féhirði. Ég ætla ekki að ljúga, ég veit ekkert hvað Féhirði gerir. En ég líka til að veðja að þú veist það heldur ekki. Þér er samt eiginlega sama hvað Féhirði gerir. En þér er ekki sama hvað Féhirði gerir fyrir þig. Féhirði sér útborganir og að borga upp skuldir til nemenda. Ef þú kaupir eitthvað fyrir NFI sem er góður líkur á að gerist, þá sér Féhirði það að þú fær peninginn tilbaka. Ég þekki marga sem enn hafa ekki fengið peninginn sinn tilbaka eftir að keypta eitthvað fyrir NFI. Þetta er ekki skot af fyrrum eða núverandi Féhirði, því þeir eru frábæri Féhirðar. En ég veit að maður myndi ekki lenda þessu með Högna sem Féhirði. Högni myndi einnig vera frábær Féhirðir þegar það kemur á öllum hinum störunum. Hann er með reynslu í markaðsmálum NFI. En eina skiptið sem Féhirðir og þú muni þurfa að vinna saman, það er útborganir. Og Högni er alltof yndislegur til að gleyma þér. Gleyma hvað þú ert búin að gera fyrir nefndfélagið. Hann er bara of næs. Ég var að fatta að ég laug á hann. Útborganir er ekki það eina sem Féhirði gerir tengt þér. Féhirði er líka meðlimur stjórnar. Þar eru 11 manns hvert með sitt eigið valdablæti að vinna saman. Stjórnin er nánast alltaf umtöluð að gera ekkert. Því hún getur ekki unnið saman. Ég þekki engan sem fílar ekki Högna. Allir geta unnið með honum. Spurðu einhvern í kringum þig sem þú veist að hefur unnið með Högna. Það er enginn sem fær nóg af því. Ég elska Högna og vona að þið getið elska hann á næsta ári. Því ef þið kjósa hann, þá er mikill möguleiki á því. Hæ, ég heiti Þórdís og ég er búin að þekkja Emblu frá því við vorum 2 ára. No cap. Ef það er eitthvað sem ég veit Emblu er það að Embla lifi fyrir markaðsmál. Hún var í markaðsnefnd á busárinu sínu og var svo eina sem gerði eitthvað að viti. Hún er einn af markaðsstjórum í bekkjaráði Annarsás og hún var formaður markaðsnefndar í Listó. Þannig eins og þið heyrið, þá lifir hún ekki fyrir mikið annað en markaðsmál. Hún er með góðar tengingar í markaðsheiminn og ég veit að hún er stútfull af hugmyndum fyrir næsta ár. Embla er samt ekki bara ruggla dugleg, heldur er hún mikill stemningsmaður og hún hefur það að gildi að hafa gaman á hlutunum á sama tíma og taka ekki... Ok, byrju, eins og enn. Hæ, ég heiti Þórdís og ég er búin að þekkja Emblu frá því við vorum 2 ára. No cap. Ef það er eitthvað sem ég veit Emblu er það að hún lifir fyrir markaðsmál. Hún var í markaðsnefnd á busárinu sínu og var svo eina sem gerði eitthvað að viti. Hún var einn af markaðsstjórum í bekkjaráði Annarsás og var formaður í markaðsnefndar í Listó. Þannig eins og þið heyrið, þá lifir hún ekki fyrir mikið annað en markaðsmál. Hún er með góða tengingar í markaðsheiminn og hún veit að hún er stútfull af hugmyndum fyrir næsta ár. Embla er samt ekki bara ruggla dugleg, heldur hún mikill stemningsmaður. Hún hefur það að gildi að hafa gaman á hlutunum á sama tíma að taka ekki þeim of hátíðlega. Og hún passar samt á meðan hún er á því að gera hlutina vel. Embla vinnur vel undir pressu og allt sem hún tekur að sig gerur hún faglega.
Að vera markastjóri felur líka í sér að stjórna markaðsnefndinni en Embla er mjög góð í að vinna í hóp og lætur öllum í kringum sér líða vel. X við Emblu í markastjóra er bara svo easy dæmi. Hún mun sjá til þess að ekki bara markaðsmál NFV munu blómstra, heldur líka nefndin sjálf. Þá erum við hérna komin með framboð til féhirðis og markastjóra. Við ætlum kannski bara að byrja á því að leyfa ykkur að kynna ykkur. Ég heiti Högni, ég er í öðrum X og ég er að bjóða mig fram í embætti féhirðis. Hæ, ég heiti Rut, ég er í öðrum E og ég er að bjóða mig fram til embættis féhirðis. Hæ, ég heiti Embla og ég er í öðrum F og ég er að bjóða mig til markastjóra. Já, þá vindum við okkur í fyrstu spurningu kvöldsins til ykkar, þar að segja. Gils á ball. Högni, þú mátt byrja. Því miður þá nei. 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 Já, follow-up spurning. Högni, af hverju sagðirðu því miður nei? Út ég veit að það er ákveðin hópur innan Vestlandsskólan sem vill hafa hann á balli, sem er kannski mikið að peppa hann, en miða við allt sem að upplýsingar sem hefur komið í ljós, þá myndi hann ekki vera til hæfis að vera að spila á balli. Flott. Já. Ef að þið eru komist í stjórnina, ætlið að fara í einhverja miðstjórnarnefndir. Embla, þú mátt byrja. Nei, ég stefni ekki á það. Nei, ég hafði svona ekki hugsað allavega. Ég býst ekki við því þar sem ég held að það hlutverk sé mjög stórt og krefst alla athygli mína. Ok, smá hérna lagaleg spurning. Finnst ykkur að upplýsingarnar sem gefnar eru inn á nfv.is, þar sem þið finnir lögin, upplýsingarnar sem að gefnar eru embætti sem að þið sækist eftir, finnst ykkur það að vera nægilegar upplýsingar? Alls ekki. Til dæmis á lögunum er Seðlabankann og Vestló-dollarann, en frá því að ég byrjaði að Vestló hef ég aldrei séð notkun Vestló-dollarans né Seðlabankans. Þannig að við getum eitthvað skoða það um að hafa eitthvað krypto tengt þar, en ég býst bara engan við því. En nei, ég tel að þess að þarf að rífa það í gang. Ég er margt í lögunum sem er samt fínt, það er sagt frá góðum hlutum sem er verið að gera og lýst þessu mjög vel, sagt frá Vestlandsskólablaðinu og Nemo sem eru helstu tekjulindunar sem að férin þarf svona mest að sjá með sem að mesta innkoman er kannski að koma. Reyndar málfó líka náttúrulega, en já. En já, þetta er klárlega eitthvað sem að þarfti að fara yfir lögin, bara bæði fyrir og bara alla nefndir. Já, mér finnst alveg nóg markastjóran, en það eru mörg lög þarna sem mætti alveg fara yfir og fara að skoða lögin aðeins aftur. Já, hér kemur einn stór. Hver finnst ykkur vera vandamál nemendafélagsins? Embla, þú mátt byrja. Ég hef ekki tekið eftir einum vandamálum beint, en það er margt sem má bæta. Já, persónulega myndi ég kannski segja, mér finnst kannski að við mættum bæta úr því að hafa ekki sama fólk alls staðar. Mér finnst mega dreifa og ekki kannski setja ykkur reglur það að sama fólk með ekki vera í 3 mjög stórum nefndum. Ég hef ekki persónulega tekið upp mjög mikið af vandamálum, en eins og með öll vandamál hafa bara hægt að bregðast við þeim fljótt og taka á bara þegar þeir byrja. En kannski eitt staðista er bara upplýsingaflæði milli nefnda og bara alla aðala saman. Það væri kannski gaman að hafa bara meiri samheldni innan allt NFFI. Já, það er spurning úr sal. Já. Já, þannig að kom follow-up spurning, hvað má breyta? Ég er samanlega sem Högni sagði, mér finnst vanta mjög mikið upplýsingaflæði milli nemenda og nefnda, bæði stjórnarnefnda, miðstjórnarnefnda, já, bara helst upplýsingaflæði. Já, frábært, þá förum við í næstu spurningu. Hvað eyddið þið mikið úr ykkar eigin vasa í frambúðið ykkar?
Já. Ég eiti 28.000 cirka krónum í frambóðið mitt. 0 krónum úr einu vasa. 16.000 úr einu vasa. Já, það er spurning úr sal. Já. Við komum að þessu. Við ætlum að biðja ykkur um að tala hærra svo allir heima skilja okkur. Það eru búin að heyrast margar gagnrýnisraddir á mannin sem er að fara að stíga hér upp í pontu núna. En hann ætlar að grilla smá eina mannesku hér. Við bjóðum í pontu Bjart markastjóra! Takk fyrir. Hvað er inn í myndina? Hæ, hvað er myndar? Hæ. Herðu, ég ætla að lesa bara nokkra spurningar sem ég sendi inn og það greinlega komst yfir mig en... Herðu, semst, fyrsta spurning. Ég ætla að biðja að bara gagnrýna störf mín. Bara það sem þú hefur gert? Síðasta árið bara. Sko, þetta var náttúrulega COVID-ár, þannig að það var ekki margt svona... Nei, ég hefði viljað sjá meira á Instagram, auglýsa meira í hvaða afslætti voru upp á bjóða. Mér fannst margir mjög óupplýstir hvaða afslættir voru upp á bjóða. Var ekki nóg að hafa þá í appinu með skírteininu? Nei. Ok, fair. Af hverju drapstu mig í útvarpinu í morgun? Það er góð spurning. Ég bara þekki það ekki nógu vel, ég tel mig að þekkja betur hérna. Hvaða nefnd finnst þér svona mikilvægast að þú styðjir við? Sko, stjórnarnefndirnar finnst mér mjög mikilvægar en ef þú tala um einhverja eina þá held ég að það fer svolítið eftir hver lendi í mesta mínusnum sem ég myndi þá hjálpa mest. Það er markasnefnd að sjálfsögðu sem þú ert að einbeita þig mest að. Já, ég ætla bara að segja það, mikilvægt að skemmta fólkinu í markasnefnd og þú verður að sjá fyrir þeim. You gotta make sure your people eat. Það er sem ég hef að segja. Such as. Það er spurning úr sal. Spurning úr sal. Nú var ég alltaf að éta upp matarkvotan. Ætlaðu þú að gera hið sama? Nei, ég ætla að passa að gera ekki það sama. Þetta var Bjartur, fráfarandi markaðsstjóri. Þá ætlum við kannski að fara þessi yfir í alvarlegri nótur. Fjöðar, hvað ætlið þið að gera til þess að sjá til þess að nemendafélagið minnki útgjöldin sín? Fyrst og fremst vil ég búa til góða og sterka rekstraráætlun sem að ég get bara tekið saman með öllum formin allar nefndar. Þótt að það verður kannski stórt verkefni þá held ég að myndi skila sér sem best ef það verður gert. Og þar get ég séð alla liðina og tekið saman með ásamt formennum nefndarinnar og aðtöku hvort það er að kannski taka út einhvers konar útgjöld án þess að hefur einhverja áhrif á gæði nefndarinnar sjálfa. Já, þetta snýst bara í rauninni allt skipulag. Það þarf bara að sjá til þess að sé tætt markaðsáætlun. Mér finnst líka skipta ógeðslega miklu máli að bara vera inn í öllum nefndunum, vita hvað er í gangi, hvað er þetta að fara í, skilur. Og fólk á ekki, það er enginn að fara að vera að borga fyrir neitt sem að hann er ekki búinn að safna. Ok, jú, kannski gerist ekkert tímann að maður leyfir ykkur að slæta ef það er komið allavega 70% af því. En þú þarft að vera búinn að safna innan nefndarinnar alveg slatta til þess að þú getur eitt í. Já. Hvernig ætlið þið að tryggja að miðstjórnarnefndir skólans lendi ekki í mínus?
Ég myndi tryggja einfallega með að halda svona sterka og góða svona upplýsingaflæði milli míns og þá formenn nefndarinnar og vera alltaf bara með allt á hreinu á þenn hátt að ef þau kannski eru að lenda í einhverju fjárhagslegu basli að hafa strax samband með mig og þá getur þau unnið úr sér saman í stæðan fyrir að kannski fela þetta og síðan kemst þetta upp á því setna og þá er þetta orðið allt of stórt. En bara aðalega vera bara í mjög góðu sambandi og hafa bara traust okkar milli. Já, bara mér fannst, ég man ekki hver sagði það en mér finnst mjög sniðugt að það væri kannski bara, ég myndi allavega í byrjun ársins myndi ég alltaf taka og ræða við formenn miðstjórnarnefndana allra, taka fund og líka stjórnarnefndanum, bara taka alla markastjóra og fjármálastjóra. Við byrjum á Emblu. Það Ekki núna, segjum sér svo að nemendafélagi kæmi út í hagnaði. er náttúrulega alltaf best að koma út í hagnaði en það stundum að merki að það hefði getað gert eitthvað meira. Þannig að það er alltaf best að enda í nulli, myndi ég segja. Já, mjög góð punktur í Emblu. Væri það hægt að gera eitthvað meira. En það er auðvitað frábært ef nemendafélagi geti komið út í hagnaði og geti það nýtta í eitthvað sem að bæði kannski að borga upp einhverja skuldir af því að það þarf í rauninni, nemendafélagi er skuldsett og það þarf að klára þau mál. Þannig að, já. Mér finnst það mjög mikilvægt líka upp á móral fyrir kannski nemendur skólans. Það er alltaf gaman þegar nefnd endar í hagnaði og það er kannski meira fögnur í kringu það. Líka það að ef nefnd myndi enda í hagnaði þá er þetta að borga þessar skuldir sem við erum með skuldsett og líka það að nemendur geta notið góðs á því að við erum með skuldi sem að ballmeðar myndi kosta minna. Það er kannski meira aðstöður, kannski sófar, fleiri og að þeir geti kannski séð nemendakjallara betra aðstöðu fyrir þau innan skólans við því að enda í hagnaði. Já, hérna kemur spurning til þín, Ruth. Þú talar að ýta undir stemmingu innan og milli bekkja í stefnumálunum þínum. Hvernig ætlar þú sem féhirðir að gera það? Þetta er alveg svona sem markmiðin í stjórn þá að við saman í stjórninni myndum þurfa að passa að sé einmitt alltaf eitthvað í gangi, að sé viðburðir. Við þurfum að passa að mæta við og taka nefndirnar eitthvað með. Það þýðir ekki bara skipuleggja þetta og hafa þetta þannig að við þurfum að mæta og sýna lit. Þannig að, já. Yes, Högni, nú hafa nokkra raddir verið að tala um það að þú sért á eðlisfræðibraut en ekki viðskiptafræðibraut. Margir telja að það gæti haltrað á þér. Þannig við spyrjum þig, mun það haltra á þér að hafa ekki lært allt sem að manneskja á viðskiptafræðibraut kæmi til með að læra? Alls ekki, svona ef við tölum bara núverandi, Atli er í 3X og hann var standið sér ótrúlega vel og það að vera á annar braut en viðskipta eða hagfræðibraut ætti ekki að setja nein obstacles in my way þar sem ég myndi bara læra öll þessi trikk sem að þau kannski hafa lært í skólanum. Mjög gott og núna bara til ykkar fjera. Af hverju ætti að kjósa þig en ekki mótframbjóðandaðinn? Og við byrjum á Ruth. Ég myndi ekki segja að mér langar ekki að ég hafi neitt yfir Högna, kannski sérstaklega, mér finnst Högni frábær, en ég myndi kannski segja bara að ég sé með aðeins með reynslu. Ég er búin að var í nefnd núna sem ég fekk smá innsýn inn í fjármálin. Ég var aðstoðarleikstjóri í Nemo þar sem ég lærði að vera í samskipti við ótrúlega stóran hóp og hvernig væri best að ná til allra þegar þetta er svona gríðarlega stórt. Það sem fyrir myndi ég þurfa að vera í sambandi við allar nefndir og já. Já, ég tek undir það sem segir það er ekkert sem ég myndi kannski hafa yfir. Við erum bara tvær ólíka mannskjur að vinna nákvæmlega sömu markmið að gera nemendafélagið sem best. Þannig að ekkert yfir en bara við erum bæði með gríðarlega mikla ástríðu fyrir þessu þannig að vonandi bara getum við sinnt embættinu sem best, hvor okkar sem vinnur. Ok, og núna til þín, Embla. Núna voru skólakortin okkar á rafrænu formi. Myndirðu vilja halda áfram þá braut eða breyta eitthvað til, eða svo er hverju? Mér finnst þetta mjög gott að hafa þetta svona rafrænt af því að það, ég held að gera bara meira vesen að vera með þetta korti, bæði umhverfisvænna að hafa þetta rafrænt og það eru bara ógeðslega margir sem týna þessum kortum, þannig að ég myndi vilja reyna að hafa þetta aftur á aur. Já. Hvernig ætlar þú sem markastjóri að hlúa því að V48 fái all þann stuðning sem hann þarf frá markasnefnd? Ég ætla að passa að byrja bara strax svo að við höfum nógan tíma þannig að við þurfum að hafa samband við sem flest fyrirtæki, haft samband við sem flest fyrirtæki
og passa bara að vera í ógeðslega miklu sambandi við þau. Ég held að skipti bara ógeðslega miklu máli að við vinnum þetta saman og já. Já, til þér það. Hafið þið gert rekstraráætlun áður? Rut, þú mátt byrja. Nei, en ég þekki margar sem hafa gert það og ég hef lesið margar rekstraráætlanir en ég hef ekki sjálf búið til rekstraráætlun. Ég hef aðstofað við rekstraráætlun í fyrirtækjum hjá til dæmis hjá pappa mínum og ættingjum þar sem þeir eru flest allar reka sin einn fyrirtæki, þannig að ég hef mikið innsýn innan heim og hef aðstofað við sumt í þeim. Já, frábært, þá ætlum við bara að henda okkur í lokaorð og Högni, þú mátt byrja. Að lokum vildi bara segja bara notfæra allar upplýsingarna sem eru búin að gefnar út, skoða allar bæklinga, vefsíður, myndbönd og gera bara upplýsta ákvörðun hvert þið verið að kjósa og setja bara X og Högna í fyrir. Já, bara einmitt, takk upplýsta ákvörðun og kjósa það sem ykkur líst best á og já. Já, bara muna að kjósa, ekki skilja auðu. Já, núna ætlum við að sjá stuðningsræður hjá frambjóðendum Viljans og hjá Íþró. Gjörðu svo vel. Selma er ekki bara einn mesti kóngur sem ég þekki, heldur hún sjúklega metnaðarfull og ég veit að hún mun gera allt fyrir Íþró. Hún hefur nýtt stöðu sína innan nefndarinnar vel og nota hæfileikana sem hún er með til að bæta nefndina gríðarlega. Selma mun hlusta á allt sem hún er að segja og ég veit að hún verður fullkomin inn í stjórn nefndafélagsins. Ef þið hafi ekki séð kosningaveitið hennar, þá mæli ég með að þið drífið í því. Hún bjargar öllu, hvort sem það er lífið þínu eða andlegri heilsu. Þrátt fyrir mikið og erfitt nám á listabrautinni, veit ég að meðan þau öll eru að læra starffræði og íslensku, þá er hún að undirbúa Íþróhauður. Þetta ár var mjög krefjandi fyrir alla. Mér fannst Íþró samt standa sig mjög vel, þar á meðal Selma. Hún var mjög sýnileg og peppandi á öllum þeim eina viðburði sem ég mætti á. Síðan Selma byrjaði Vestló hefur Íþró alltaf verið í fyrsta sæti á henni. Hún komst inn í nefndina og þá var einum af tveim markmiðum náð. Nú er það bara að ná setu sem formaður Íþró og leggja til að allir setji X við Selmu í formann Íþró ef þið viljið klikka ár. Hæ, ég heiti Inga og ég ætla að kynna ykkur fyrir Laufey. Laufey... Ok, byrju. Hæ, ég heiti Inga og ég ætla að kynna ykkur fyrir Laufey. Laufey Pálsdóttir er fullkominn formaður í Íþró. Ég skal nú segja ykkur af hverju. Þegar ég kom til Íslands 2019, á fyrsta ári í mentó, kynntist ég Laufey. Hún sýndi mér svo mikinn skilning og hjálpaði mér svo mikið gegnum bæði námi og persónuleg vandamál. Þó að hún þekkti mig valla. Við erum besta vinkonur fljótlega. Ef ég er að segja satt, þá var hún bara eins og mamma mín. Hún eiginlega kendi og sýndi mér bara how to be a better person og hvað var rétt og rangt. Hún hjálpaði mér þroskast sem manneskja og tells me how it is. En þrátt fyrir að hún er eins og vitur og mamma mín, er það auðvelt að segja að hún er ein af skemmtilegustu manneskjum sem ég þekki. Það er að segja að djammið með henni er langt frá því að vera leiðinlegt. Þetta sýnir svo augljóslega hversu opin og góð manneskja hún er. En varðandi vinnuálagið sem Íþró formaður eru fáir sem myndi tækla það jafnvel og Laufey. Hún er svo ábyrgðarfull. Hún passar upp á að fara á fótboltaæfingar og í vinnuna, en samt hefur hún nægan tíma til að hitta gæja, djamma og horfa á Harry Potter með mér. Hún meira segja passar upp á að ég skili verkefnum á réttum tíma. Reglulega. Bara selfless manneskja. Laufey er fáránlega hugmyndarík og ég veit að hún myndi gera góða hluti fyrir nemendafélagið og koma ykkur í form. This girl knows what she's doing. If y'all know what's best for you, munið kjósa rétt. X við Laufey Páls. Inga Pjá out. Góða kvöldi, kæru veslingar. Ég er hingað komin til að tala eins hana Önnu Maríu. En það vil svo skemmtilega til að hún er einmitt að bjóða sig fram í ritstýru Viljans. Nú kynntist ég Önnu fyrst í nefndaviðtölunum í fyrra
og við vorum strax ákveðin í að taka hana inn og það var alls ekki rangt val. Frá fyrsta fundi hefur Anna verið með dugnað upp á 10. Tökum dæmi. Á fyrsta fundinum fyrir vonina fórum við að ræða hvernig best væri að redda auglýsingu fyrir blaðið. Anna fór einfallega fram á gang, hringdi 1 símtal í 1 mann og áður en við gátum blikkað augum og ropa stafrófið var hún búin að redda heilsíðu auglýsingu. Hún var einfallega money machine Viljans í fyrra. Hún safnaði yfir 1.000.000 krónum í auglýsingar og safnaði 6 styrkjum á einum degi. Ég safnaði engu en það yrði ég ömurlegur formar en Anna, hún er einfallega eitthvað annað. Anna er líka confident queen sem er með sterkar skoðanir á öllu sem kemur blaðinu við, sem er mjög gott því maður vill hafa nefndaformann sem virkilega elskar og brennur fyrir blaðinu. Á löngum fundum er ekkert betur en að fá sér smá nasl í kroppinn og þá er Anna rétta manneskjan til að tala við. Anna er gjafmildasta manneskja sem ég hef kynnst á ævi minni og ég þekki margar gjafmilda manneskjur, mjög margar. Anna gefur alltaf með sér og það er fallegt og gott. Anna er kona fólksins. Hún vill ekkert meira en að halda góðar vikur og mjólkurkvöld fyrir ykkur verslinga en það var eitt af því fyrsta sem hún tjantaði hástöfum á fundum í byrjun ferlisins. Hefði eitt ekki verið þá hefði hún klárlega gert það í ár. Anna er einfallega fullkomið val ritstjóri Viljans því hún þekkir ferli vel, brennur svo endalaust fyrir blaðinu og vill ekkert meir en að gera baller, hot, good shit blað. Setjið X við Önnu því Anna væri bara fífldjarlegt. Eydís er algjörlega einstök, eiginlega bara one in a million. Hún er ekki bara hugmyndarík, listræn, skipulögð, ábyrgðarfull, samviskusöm, reynslurík og algjör lykilmanneskja þegar kemur að því að skipa í ritnefnd, heldur er hún fyrst og fremst einn besta persóna sem ég hef kynnst. Eydís hafði mjög mikil áhrif á frumlega uppsetningu og endurhugsun Kvasis og hefur tekið að sér ótal mörg verkefni í kringum öll 4 blöðin sem nefndin hefur unnið að á þessu skólaári. Ég hef hvatt Eydísi að fara fram sem ritstjóri Viljans frá því við byrjum að vinna fyrsta tölublaðinu. Það eru fullt af möguleikum og óteljandi hugmyndum sem ég sé að muni gerast með Eydísi sem ritstjóri Viljans. Hún myndi setja sterkan og ferskan svip á næstkomandi Viljablöð og koma með efni sem að þið hafi aldrei séð áður, líkt og við gerðum við Kvasisblöðin, þökk sé henni. Sem formaður Kvasis og fyrrum nefndarmeðlimur Viljans tel ég mig vita og geta sagt að ef Viljinn ætlar að halda áfram að gefa út flott og frumleg blöð, þá er Eydís rétta manneskjan að stýra því á næsta ári. Ég hef ekki bara verið svo heppin að hafa kynnst svona klárum og hugmyndaríkum nefndarmeðlimi, heldur hef ég eignast frábæra vinkonu og djamfélaga. Ég vissum að öll Kvasisnefndin sé sammála því að nefndin væri ekki eins án hennar, bæði í kringum vinnslu blaðsins og á skemmtanakvöldum þar sem hún er bara einstaklega skemmtileg manneskja. Ég er svo spennt að sjá hvað bíður Eydísar í framtíðinni og sérstaklega sem ritstjóri Viljans. Eydís var stórt X frá mér og ég skora á ykkur að hún fá X frá ykkur líka. Nú erum við spurningu til allra. Ef þið komist í stjórn, ætlið þið einhverja miðstjórnarnefnd og Laufey má byrja. Já, þið með kannski kynni ykkur fyrst, það var sniðugt. Já, hæ, ég heiti Laufey og ég er að bjóða mig fram í formann Íþró. Ég heiti Salma Lind og ég er að bjóða mig fram í formann Íþró. Anna María heiti ég og ég er að bjóða mig fram í ritstjóri Viljans. Ég heiti Eydís og ég er að bjóða mig fram í ritstjóri Viljans. Já, sama spurning. Ætlið þið í einhverja miðstjórnarnefnd ef þið komist inn í stjórn? Ég hafði ekki hugsað mér það, nei. Nei, ég tel það vera nógu mikið verk að vera í stjórn og í formann Íþró. Nei, ég vil setja alla mína athygli á Viljan. Já, ég ætla líka að setja alla mína athygli á Viljan og það sem ég langar að gera í ár með Viljan krefst bara allar mína athygli og svo nei, ég sé ekki fram á það. Ok, myndið þið fá gils á ball og Eydís má byrja? Alls ekki, nei. 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 Hvað finnst ykkur kynjakvóta? Og kannski bara Laufey byrja. Eins og þau töluðum hérna áðan þá er auðvitað býða upp á aukna fjölbreytni og gefur mikið í nefndina ef það eru fleiri en eitt kyn í nefndinni en ég, eins og þau sögðu áðan, myndi alltaf taka frekar hæfar einstaklinga heldur en að velja út frá kyni. Já, ég myndi segja að hæfnin skiptir meira máli en kynjahlutfalli en ef það kemur að velja á milli stelpu eða stráks þá myndi ég fara eftir kynjakvótunum.
það er náttúrulega draumurinn að hafa jafnan kynjakvóta. En í lok dags, það náttúrulega hæfnin sem hefur meira heldur en kyn. Þannig já, alltaf hæfnin yfir kynið. Já, auðvitað er þið gaman að hafa jafnt kynjahlutfall, en mér finnst kynið ekkert skipta það miklu máli og ef það kemur að því að velja á milli eins kyns sem er hæfari eða annað kyns sem ég ætti bara að velja út af hvaða kyn einstaklingurinn er, þá myndi ég alltaf velja hæfari einstaklingin og já, svo að hæfni bara ræði fyrir henni. Myndið þið vilja reyna að bæta upp fyrir árið í ár og ef svo hvernig? Já, auðvitað. Ég held að við séum bara öll ógeðslega þyrst í geggjað félagslíf og ég held bara að allir sem er að fara í stjórn hafa sameiginlegt markmið að gera næsta ár bara geggjað og fyrir alla og ég er meðal annars með eitt af mínu stefnumálum að gera skoðanakönnun sem að gefur öllum nemendum skólans kleift, ekki bara einhverjum vissum hóp sem er mest sjáanlegir innan félagslífsins, já, kleift til þess að senda inn hvað þau vilja fá í félagslífinu svo að allir geta fundið eitthvað sem að henta þeim og þeim finnst gaman að gera. Já, ég myndi alveg 100% vilja bæta upp fyrir það og hafa böll, það var gaman að hafa böll. Og þótt að væri náttúrulega ennþá COVID að reyna að hafa böll í takt við samkomubann, þannig að ef það skildi vera 100 mann samkomubann, að halda þá kannski yfir 6 mörg böll og allir með grímur og svona skiljið en að hafa þá þemaböll, þetta er MH sem kom þess að hugmynd, mjög sniðugt, að hafa þá þemaböll sem flestir verslingar vilja fá, hana kannski eitt, hvað segir maður, reifball, eitt TikTok-ball, skiljið, og þannig að það bara, þú ræður hvað ball þú ferð á. Já, allan daginn og það er fullt af viðburðum sem Íþrótt fekk ekki að halda í ár sem við sitja eða bíða á biðlista eftir að fá að vera haldnir og maður myndi allan daginn vilja reyna að halda því áfram og vonandi fær maður tækifæri til þess að bæta þetta allt saman upp. Já, bara sammála, bara ég myndi vilja halda marga viðburði ef við tölum Íþrótt til þess að bæta upp fyrir þetta og já, og líka sammála Önnu með að halda böll. Leið og það má. Já, spurningur Sal. Já, þetta var mjög lengi spurning. Hérna, ef þið myndi halda COVID-ball, þú veist, hvernig sjáu fyrir ykkur að geta skipulagt ballið með fjöldatakmörkunum og bara öllum takmörkunum sem eru í rauninni og kostnaðunum? Ég ætla bara að segja að ég var ekki að meina endilega halda 100 manna böll, heldur freka bara halda þegar að eins og stefnan er núna að létta öllum samkomu takmörkunum í sumar, bara halda þegar það má. Ok, já. Já, ég myndi náttúrulega ekki halda sko böll fyrir rauninu alla, ég myndi þá vera að halda, hafa þetta smá takmarkað, þannig að það sé smá fyrstu kemur, fyrstu fær og þá, af því það er alltaf, eins og Eiti sagði, það er alltaf þyrstir í smá fjör, að þá eins leiðilegt það er að hækka smá verðin til að fá sem mesta hagnað á, já. Já, hérna, okkur langar að fá að vita hversu miklum pening þið eyddið í frambóðið ykkar og Eiti sem að byrja. Ég eyddi 11.800 og það var í bæklinga. Ég eyddi það bil 15.000 og það var í mat fyrir ykkur. Ég eyddi 17.000 í bæklinga. Ég eyddi 243 krónum í epli í myndbandi mitt. Ég var svona að brjóta það og ég keypti 2 því að ég var svo hrædd að klúðra því, en já. Ok, geggja. Hérna, ef þið komist, eða verið ekki kjörinn formaður nefndarinnar, myndið þið þá fara í nefndina sjálfa og laufum að byrja? Já, ég myndi fara í viðtal vegna þess að mér langar bara að vera hluti af Íþrótt og ég veit að ég myndi geta gert góð hluti fyrir Íþrótt, saman hvort það væri sem formaður eða nefndarmeðlimur. Já, ég myndi vilja fara í nefndina og ég veit að það er margt sem er hægt að bæta og gera betur og ég væri til að halda því áfram og hafa nefndina sem flottasta og sem sterkasta.
Já, ég myndi alltaf klárlega að fara í viðtal. Viljinn ástríða mín bara, ég veit ekki hvað ég get orðað öðruvísi en já, ég myndi alltaf mæta í viðtal. Já, ég myndi líka fara í viðtal og já, ég bara gjörsamlega, ég finn mig svo mikið í sköpun blaðana og ég hef svo mikla ástríðu og metnað fyrir þessu og mér langar líka að koma öllum hugmyndunum mínum á borðstjórnar NFFI og Viljans og bæta Viljan og ég get ekki gert það öðruvísi nema komið í viðtal. Ætlaði að mæta á alla viðburði ef þeir eru kjörin í stjórn. Þar á meðal Gettu betur, Morfís, STEM og svoleiðis. Já, ég myndi klárlega að gera það og ég hef gert það síðan ég bara byrjaði í skólanum haustið 2020. Já, klárlega, en talandi það langar mér líka að bæta upplýsingaflæði því ég veit ekki alltaf, ég er ekki náðu duglega á Facebook, þannig ég veit ekki alltaf hvenær sumir viðburðir eru. Þannig ég vil þá vera duglegri að upplýsa nemendur hvenær sumir viðburðir eru og peppa það aðeins meira. Já, ég tel það bara eiginlega sem hlutverk stjórnarmeðlums að mæta á viðburði hjá öðrum og sérstaklega við að stjórnarnefnd. Að sjálfsögðu myndi ég mæta. Það bara rýfur upp stemninguna. Ef að stjórnin nennir ekki að mæta, þá akkur ætti þá ykkur annar að mæta. Já, hvernig myndið þið vilja koma í veg fyrir klíkuskap innan nefndafélagsins og innan nefnda? Og ég byrja. Já, þetta einmitt eitt af stefnumálunum mínum, en ég samt ég myndi held ég ekki vilja setja reglur það, setja lög það, hversu mörgum nefndum einstaklingum má vera í, heldur meira bara svona, ok, það kannski ekki beint klíku, en ok, allavega, skilurðu, ég myndi bara, eina sem ég get gert í rauninni er bara passa upp ef ég yrði formaður íþró á að nefndin mín yrði fjölbreytt og ekki taka, heila vinahópa inn, reyna að hafa bara fólk, bara alls konar fólk og sem að vinna best saman af því að ég meina nemendafélagi samanstendur af mjög fjölbreyttu fólki, fjölbreyttum einstaklingum þannig að nefndirnar alveg að endurspegla það fyrst mér. Já, klíkuskapur eitthvað sem er búið að vera vandamál lengi og ég tel með það sem ég geta gert í því varðandi mína nefnd að ég mun alltaf taka einhvern veginn sem er hæfastur og saman hvort þessi vinir mín ekki þá mun ég alltaf fara eftir hæfni og já, og reyna að passa upp á mest að það að þessi klíkuskapur bara hætti sem minnst og minnkar. Já, það sem ég myndi gera er að ég vil taka alltaf bara sem fjölbreyttan hóp inn og það svona vinahópar eru oft mjög líkir þannig að ég myndi taka sem fjölbreyttan hóp inn og auðvitað líka hæfan en svo sem stjórnarmeðlimur og miðstjórnarnefndir þá myndi ég alltaf vera mjög duglega að spyrja fólki sem er að koma inn í viðtal sem formann miðstjórnarnefnda og vera duglega að spyrja þau komið vekk fyrir það og eins og það er ekki ábyrgð minni hvert þau taka inn. Já, eins og ég sagði í ávarpinu mínu í bæklingunum mínum þá var ég tekin inn í kvasi einungis að hæfni og ég þekkti engan og það er bara eitt af því besta sem að gat gerst við kvasi var að við vorum svo ógeðslega fjölbreytt og höfðum svo mismunandi sjónarmið og hæfileika og það sem gerir blaðið svo ótrúlega flott er að hafa mismunandi sjónarhorn svo þetta er ekki bara eitt stíll í gegn. Svo ég myndi klárlega gera það, taka inn bara hæfustu einstaklingana en ekki bara vini mína og líka leyfa sem flestum verslingum að koma að blaðinu og vera í myndaþáttum en ekki bara vinum mínum eða nefndinu minni. Og reyna að grafa dýpra á þetta því að það eru nemendur sem væri virkilega flottir í félagslífinu sem er ekki alveg að fá að láta ljósið skína sem langar virkilega að fá inn í blaðið og leyfa þeim að skrifa liði og vera í myndaþáttum og fleira. Já, þið tilbúin til þess að vera edru á öllum böllum? Bara eitthi spyrir. Já, klárlega ef ég fengi að vera ritstjóri Viljans þá er það engin fórn að vera edru á böllum Nei, það sem Heiðdís sagði, það alltaf bara voða lítið til þess að fórna til þess að taka við þessu og þessum heiður. Þannig já, ég myndi alveg klárlega að vera edrú. Já, mér finnst það bara sjálfsagt. Já, bara sammála, bara minnsta máli. Já, spurning til íþró. Ef það verður COVID ennþá á næsta ári, hvernig myndið þið útfæra viðburðina? Byrjum bara á Laufi. Já, ég er alveg mjög bjartsýn á það að það muni vera allavega mun betra ástand en hefur verið núna. En ég myndi
reyna að halda eitthvað rafíþróttamót kannski, mögulega. En það líka, þú veist, vinna eftir bara fjölda takmörkunum. Það alveg hægt að halda lítil mót, skilur ef að það bara einhverjar samkomið takmörkanir. Bara vinna eftir því. Ég held að það verði ekkert mál. Það sem ég hef lært einstaklega vel á þessu ári að þurfa að vinna í félagslífi og ekki með að halda neitt. Það sem að íþrótt getur gert þegar COVID á sínu ástandi og ég tala sem við vorum öll bjartsýn í fyrir að það væri búið í ár en við stöndum hérna aftur en við erum að díla við það nákvæmlega sama. Þannig að það best að búast við í versta. Og íþrótt hefði mátt verið duglegri í ár að halda rafræna viðburði og livestreama því það alveg hægt og það kom oft í tals. Og það eitthvað sem ég mun allan daginn gera ef ástandi heldur áfram og ég kann og mjög góð í því að plana hlutina og svo allt beila á seinustu stundu en á sama tíma verðum að bara taka því skelli og þetta býður bara en við hefðum áttur miklu duglegri að livestreama og ég mun allan daginn nýta með það að livestreama viðburðum og nýta fjöldtakmarkanir leið og þar hækkum eitthvað smá eftir leið og kemur 50 manna takmarkanir þá hægt að gera fullt og jafnvel eins með 20 manna og 10 manna. Já, spurning til Viljans. Nú voru við báðar í blaðanefnd. Geta hans útskýrt fyrir mér ykkar hlutverk innan nefndarinnar og hvernig svo reynsla mun nýtast ykkur sem ritstýra Viljans? Byrjum bara á Önnu. Já, ég var fjármálastjóri Viljans, þannig ég fekk mjög mikið að kynnast fjármálahlið nefndarinnar sem ég held að muni nýtast mér mjög mikið sem ritstýru. En einnig var ég mjög dugleg að bara vera allstar. Ég mætti á alla fundi, alla prentfundi, alla myndatökur og ég vildi vera með í öllu. Þannig ég myndi segja ég var svolítið bara svona, já, bara svolítið með í öllu. Já, ég bara, aðal starfið mitt í Kvasi var umbrot og hönnun. Ég var að setja upp blaðið og ég bara sjálflærð á InDesign og núna að kenna mér sjálfur í Photoshop og Illustrator og þetta er bara það skemmtilegast sem ég geri. En ég var líka að safna styrkjum og taka myndir og ég mætti á alla fundi og viðburði og því að mér fannst þetta bara svo ótrúlega gaman og nefndin svo ótrúlega skemmtileg að það var ekkert sem ég vildi missa af og engin hlutur sem ég vildi ekki læra og markmiðið var skýrt að vera ritstýra Viljans. Svo ég vildi hafa hæfni í öllu svo ég gæti stokki inn í allt sem ritstýra og mér finnst það virkilega mikilvægt. Já, spurning til íþrótt til Selmu. Þú talar að vilja rífa upp miðstöðunarferðina. Hvernig ætlar að fara því? Ég myndi fyrsta lagi hafa eins og kom til tals að hafa einhverja dagskrá og einhverja viðburði. Það hefði verið gaman að geta haldið einhvers konar bekkjakeppnir og eins og auglýsa þetta vel og koma til skila gagnvart öðrum framhaldsskólum. Og já. Spurning til viljaframbjóðanda. Myndið þið vilja gefa út 2 blöð aftur á ári? Já, ég vil halda í það að gefa 2 blöð og geta þá sett enn meira efni í það, enn fleiri myndaþætti heldur en hafa verið. En mér langar líka bæta við að hafa svona litla rafræna útgáfu, kannski á 2 mánaða fresti eða einu sinni mánuði, þar sem eru kannski myndir af viðburðum sem voru í þeim mánuði og kemur fram hvaða viðburður í næsta mánuði, svo nemendur geta verið mjög upplýstir og já. Já, alltaf, mist blöðin verða bara miklu betri og vandaðri ef það eru 2 á skólaári. En svo langar mér líka að gera eftir kannski útgáfu hvers blaðs að gefa út smá archive útgáfu á netinu kannski bara sem þá hennu bara fallega myndir sem komast ekki inn í blaðið. Það er svo mikið sóun að taka fallega myndir og svo komast það ekki í blaðið. En já, það er sem ég langar að gera. Já, spurning til Íþró, til Laufeyjar. Finnst þér reynsla innan Íþró, þar að segja án COVID í eðlilega ástandi, betri en reynsla í COVID ástandinu? Það finn náttúrulega bara eftir í hvernig ástandi verður í haust, en ég meina ef ástandi verður eðlilegt þá er klárlega betra að vera með reynslu af því að halda svoleiðis Íþró ár og Íþró viðburði, en ég held að ég og Selma munum alltaf finna út úr því, sama hvernig þetta verður sko, en já.
eins og ég segi, þá er ég bjartsýn á að þetta verði betra ár á næsta ári. Og þá er það spurning til Selmu. Finnst þér reynsla innan íþrótt þar að segja með COVID í eðlilega ástandi betri en reynsla í eðlilega ástandi? Sko ég fengi, náttúrulega mín helsta reynsla er í COVID ástandinu, en á sama tíma heldum við paintball-mótið og fótboltamótið sem gekk mjög vel og gekk bara eins og í sögu, og þar alveg kemur mín reynsla á að halda viðburð og allt í kringum það. Þannig að ég tel mig hafa báðar reynslunar á baki mér. Já, og spurning til Viljans, hversu vel kunnið þið á InDesign og Photoshop fyrir blaðið? Og byrjum á ITC. Ég er eiginlega komið með bara fulla hæfni í InDesign allavega, og ég er svona nýlega bara að byrja að kenna mér á Photoshop og Illustrator, og ég er að fara í áfangur næsta ári, og ég held að ég var enga stund að læra það út af ég er mjög fljót að læra, og með hversu fljótt ég náði að læra á InDesign, ég bara kendi mig sjálfur á það eða bara fyrir fyrsta blaðið, og svo já. Sko, þetta er alltaf uppleið nú hjá mér. Ég er byrjað að læra á þetta og ég setti með hjálp Ágúst bæklingin minn upp og líka framboðsmyndina mína. Þannig að þetta er alltaf uppleið sko. En ég stefni á að vera alveg mjög góð í þessu. Ef ég verið ítstræð og náttúrulega bara líka fyrir nefndarsetu. Já, og spurning til Önnu, þú talar að vera með mikið hugmyndum fyrir blaðið. Ertu með einhver dæmi? Af hugmyndum bara eru höfuð? Já, sem þú ert komið með fyrir blaðið. Sko, ég verð alltaf bara að hafa fleiri myndaþætti af því að í rauninni, mér finnst skemmtilegast að horfa á það. En svo vil ég líka vera duglega að tala við nemendur skólans og fá að vita hvað þau vilja fá í blaðið, hvort sem það sé fleiri myndaþættir, fyndnir liðir, lærdómsríkir liðir eða bara hvort ef þau vilja senda inn einhverja pistla. Þannig ég vil vera duglega að vera að tala um nemendur og senda inn skoðanakönnun fyrir hvert blað og fá tjekka stöðinni, hvað þau vilja sjá. Að þetta er náttúrulega bara ekki blað nefndarinnar, þetta er blað aðra nefnda skólans. Já, spurning til Eydísar. Nú hefur þú ekki verið sjálf í Viljanum, heldur að það myndi hafa áhrif að þú væri kjörin ritstýra? Ekki nein, út af því að í ár, ég held að getum öll verið sammála að Kvasir hefur aldrei verið jafn stór og flottur og er ferli bókstaflega alveg það sama. Munurinn er að við gefum út 2 blöð á önn og er þá álagstímabilið styttra en miklu meira. Við þurfum að gera miklu meira á sem styttri tíma og ég held að einhvað er að það hjálpi bara. Og já, svo ég held að ég er jafn hæf sem ritstýra Viljans eða nefndarmeðlimi Kvasis. Já, spurning til Önnu. Hvernig sér þið fyrir að vera ritstýra ef þú ert ekki í dagskóla og býrð ekki á Íslandi? Ég er hætt við að flytja út, þannig ég fer ekki út og ég verði dagskóla á 3. ári. Já, hérna smá áskorun og íþró, við vorum beðin að það eru smá armbögjukeppni. Ég hef búin að taka þetta tal frá mig. Ég er sem sagt, má ekki gera armbögur. Ég er með vottorð frá sjúkraþjálfara. Ég get gert nefnir með glöggri. Bara eins margar við getum. Ok, viljinn í armbögjukeppni. Viljinn? Já. Herðu. Oh, fuck. Nei, ok. Jú, ok. Ok, armbögjukeppni. Ein armbögja. Ok, já. Ok. Ok. Já, spurning til Önnu. Já, spurning úr sal. Já, Anna. Já. Þú sammála Eydísi að ferlin séu þau sömu? Ég skal endurtaka. Anna, ert þú sammála Eydísi að ferlin séu þau sömu? Sko, ég hef aldrei verið í Kvas en ég get ekki fullyrt það þau séu nákvæmlega þau sömu. En það sem ég get sagt er að viljaferli er mjög einstakt ferli og þetta er ekki, þetta er ekki, svo þú berð saman viljaferlið og verslunarblaðsferlið, það er þetta ekki eins. En ég get ekki svarað í mig nákvæmni en viljinn og ferlið er mjög einstakt og það er mjög mikilvægt að þekkja það og ferlið sjálft.
Já. Mér langaði bara að segja, þú veist, Verslunarskólablaðið er náttúrulega bók og skólabók, skólaárbókin okkar og þau setja upp, það er upp svona, einhver sem setur það upp fyrir þau, en ekki, ok, svipin á Baldvin, en já, en þú veist, miðað við hvernig kvasi var í ár, ef við berum þetta saman, þá er þetta virkilega líkt og þú veist, Hekla Ritstýra Kvasis, hún hefur verið í Viljanum og þú veist, hún segir sjálfa að þetta var bara basically mjög líkt. Svo ég hef, þú veist, engar áhyggjur af því að ég sé ekki hæfi í þetta út af ég hef ekki verið í Viljanum út af því að hversu Kvasir var stórt og flott í ár. Já, spurning til Viljans líka. Út frá hvaða forsendum myndi velja módel í myndþætti hjá okkur? Já. Sko, ég vil hafa bara sem flesta verslinga í blaðinu og kjölfarið fleiri mynda á þetta og líka bara eins fjölbreyttan hóp og við getum og minnst núna Viljablaðið sem kemur út á morgun þar heldur við náum að tækla það að hafa bara einhvern mjög fjölbreyttan hóp sem ég er mjög stolt af og ég hlakka til að sýna ykkur. Já, mér finnst við að búið að vera svolítið mikið gegnum árin sama típan að módela í blöðunum og það er mjög þreytt og það er 2001 og það ættum að vera komin svo miklu lengur en þetta með að, þú veist, hafa ekki módel að módela í blöðunum, heldur bara alla nemendur skólans og það blaði á að endurspegla andan í skólanum og nemendur skólans og mér finnst svo mikilvægt að allir fá að taka þátt og bara að við reynum að, þú veist, grafa inn í kennslustofu það smá og sjá hvaða fólk leynist þar og fólk sem hefur ekkert verið sjáanlegt í félagsstíðinu fái að vera í myndaþáttum en ekki bara, já, módelin að módela. Svo já. Já, spurningu sval. Sjómann. Já, Baldvin spurði hvort þið mætti fara í sjómann. Það er áskorun úr sal að fara í sjómann, íþróframbjóðendur. Já, ok. Spritta sig. Yes. Þetta er sem ég hef gert. Vinstri sjómann. Beidu, erum við þá, hvað er að fara mér eða? Já. Herri, færum að þið hérna? Má ég lýsa leiknum? Ok, við erum hér með keppendurna. Hæ? Ég Nei. Ha? Hvað sagður þið? Ok. 2, 1, 0. Ok. Laufey! Laufey tekur þetta, en þú stóðst þig vel saman samt. Ég get sagt, ég var meira að dansa með hægri hendinni. Þessi var meira bara í þessu, sko. Það er spurning til Önnu. Nú leggur við mikið upp úr því að passa upp á fjármálinn í Viljanum og það er spurt hvers vegna þar sem að Viljinn hefur alltaf verið mjög vel staddur og lenti í 200.000 hagnaði í fyrra. Sko, ástæðan okkur að Viljinn var í miklum hagnaði í fyrra var því það einfallega prenta ekki út. En eftir ég var fjármálastjóri þá enduðum við í 200 krónur pluss eftir vonina og við gáfum út vonina og ég vil í rauninni bara enda í nulli, að þá getum við í rauninni eitt peningnum sem við fáum til að gera blaðið sem bara það flottast sem við verður. Já, þannig að... Já, heyrðu, þá bara koma að loka orðum, þannig að þið viljið segja bara eitthvað svona rétt að lokum. Laufum að byrja. Ok, það er ein spurning á sal fyrst, með þess að hverfa hann eftir. Já, ég held að hún var til 80s-ar, eða ekki? Nú valdur þú Atla sem your least favorite í stjórn. Hvers vegna? Mér langar að byrja að segja að ég valdi engan, það var ekki spurt með þessar spurningu. Ég var bara smá að fokki Atla á hann, það hann kom inn bara með að spurða út í þetta. Svo já,
Það engin my least favorite. Sorry. Já, þú megið segja lokaorð. Já, bara ég hvet ykkur bara eins og allir til að skoða allt efni sem hefur verið gefið út og skoða myndböndin og bæklingana og svona og bara taka upplýsta ákvörðun og bara Laufey formann Íþró. Já, ég hvet ykkur til þess að skoða einmitt alla bæklinga og sérstaklega vefsíðunar og framboðsvídeón hjá öllum og nýti ykkur kosningarétt og þið megi endilega setja X í salmi formann Íþró. Já, elsku kæru verslingar. Ef þið kjósið mig í formann Viljans, þá getið loka okkur því að ég mun bara gefa mig alla fram til að gera ykkur skólar að bara því allar besta og gefa ykkur magnablað og sérstaklega góð útgáfu. Ég vil gera Vilja útgáfuna bara miklu stærri en hún er og bara hafa Vilja viku því að maður er alltaf ekki Vilja vika í ár og gera Vilja viku. En já, og ég vil líka hvetja ykkur að skoða alla bæklinga og vídeo og vefsíður og taka reyninu bara eins upplýsta ákvörðun það getið og setja X við Önnu Maríu. Ég bara í fyrsta lagi hef svo ótrúlega mikinn metnað og bara vilja og ástríðu og já, og ef þú gerir eitthvað með ást þá ertu á það að fara að gera það svo vel út af því að þetta er bara bókstaflega skemmtilegt sem ég geri og ég finn mig svo mikið í þessu og já, ég veit ekki hvernig ég á að bara lýsa bara, já, hvernig mér líður þetta en mér finnst, þú veist, ekki eiga að bitna á, þú veist, að ég var ekki Viljanum, bitna á þessu, já, því að þetta var basically sama reynsla sem ég var með í kvasi og ég hef reynslu í öllu, ég var að gera liði, ég var að setja upp liði, ég var að taka myndir og já, safna styrkjum og ég var bara mjög virkur nefndarmeðlimur og mér langar virkilega að leyfa sem flestum að fá að taka þátt í félagslífinu sem ég held að allir vilja og mér langar virkilega að bæta ykkur upp þetta COVID-ár með bara klikku ári og ég held að það sem við öll viljum og það sem við öll stefnum á og mér langar líka að setja upp áætlun fyrir ef að COVID verður áfram í haust og ef það verður ekki svo að það fer ekki allt bara í fokk þegar kemur svo að því að COVID skellur aftur á og já, bara ef ykkur langar að komast meira á borð svona NFAV og félagslífsins þá bara endilega kjósa mig út af því að ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að leyfa sem flestum að sjást í félagslífinu og taka þátt. Svo já, takk fyrir mig. X-Veiti segi ég Viljan. Þá er það seinustu framboðin, það er forseti NFAV og við ætlum að byrja stuðningsræða núna. Sæl, ég heiti Róbert Snær og ég ætla að segja ykkur af hverju Jason á að vera forseti. Ég kynntist Jasoni fyrst ef við byrjuðum í sama bekk á fyrsta ári. Það fyrsta sem ég tók eftir við hann var hversu hress hann var og það var geggjað að fá Jason í bekkinn okkar til að koma okkur betur saman, svona til að byrja með. Fyrsta skóladaginn var ákveðið hver ætti að vera bekkjarformaður og auðvitað bauð Jason sig fram í það. Hlutverk, enda er þetta skemmtilegasta sem hann gerir. Það að gera og græja er eitthvað sem Jason lifi fyrir og frá því að hann var bekkjarformaður hef ég ekki séð hann fyrir mér í neinni annarri stöðu en stöðu forseta. Síðan ég kynntist honum hefur hann alltaf verið algjör orkubolti og ég hef aldrei séð hann í vondu skapi. Á þessum 2 árum sem við höfum verið saman í Vestló hef ég fengið að kynnast Jasoni gríðarlega vel og ég veit að hann er fæddur í þetta hlutverk. Ég hvet ykkur öll til að kjósa hann elsku besta Jason minn því ég vil að þið sjáu nemendur verða eins mögulega gott og það getur verið á næsta skólaári. Heil og sæl, kæru samnemendur. Þið veltið kannski fyrir ykkur af hverju ég er í Konungur Ljónanna Árbæjarskóli 2017 peysu. Jú, af því það er akkurat staðurinn og stundin þar sem ég kynntist honum Kára Frey Kristinssyni. Ég man vel eftir fyrstu samræðanum okkar þar sem við töluðum uppáhaldsbíómyndina hans sem er The First Wives Club sem er konur sem að hefna sín á fyrrverandi eiginmönnum sínum. Eftir þessar samræður þá vissi ég að við myndum fara vel saman og ekki nóg með það að við vorum saman í grunnskóla, heldur vorum við líka saman núna í menntaskóla og allt í einu birtist hann í sumarvinnunum minni í fyrra, þannig við vorum líka að vinna saman. Í alvörunni fæ ekki nóg af manninum. Ég veit að lítur út eins og ljóska sem kann ekki munun á hægri og vinstri, en hann er ekki svo einfaldur. Kári er nefnilega laukur. Já, hann býr yfir mörgum eiginleikum og það er svona mörg lög. Ég ætla að segja ykkur frá þeim og segja af hverju það eru góðir eiginleika fyrir forseta.
Hann með bullæti réttlætiskennd sem þýðir að hann mun standa með samnemyndum sínum ef þeir telja að misrétti sé að eiga sér stað. Hann yfirvegaður og við vitum öll að öskur og óp hjálpa engum í samningaviðræðum og ég hef í alvörunni aldrei séð mannin missa stjórnarskapi sínu. Hann jákvæður og það alltaf stutt í fyndna vondukallarhláturinn hans og það mikilvægt að vera manneskja í stjórn sem heldur í jákvæðina og tekur sig ekki alltof alvarlega. Ysta lagið öll þessi reynsla sem hann hefur. Ég meina, hann var formaður nemendaráðs í grunnskólanum og mætti síðan og ákvað að fara beint bara í stjórnarnefnd, var nemo businn, ætlaði ekki að brjóta stríkið, þannig að hann fór beint í listó. Og í rauninni þá hann bara alveg þábæð og mér þykir rosalega vænt hann. Og ég ekki bara leiði því að vera kveðja Vestló að eilífu, ég líka leiði því að mögulega missa árið þar sem að Kári forseti. Ég kynntist Beintu á þessu ári í gegnum sameiginlegt nefndastarf. Það má segja að nafnið hennar sé ekki að eina sem einstakt við þessa stelpu. Hér höfum við gríðarlega flottan kandidat sem hefur sýnt mikinn dugnað og þrautseigju í garð nemendafélagsins og skólans. Af henni geislar jákvæðni sem smitar alla sem hún mætir. Hún hefur sterka réttlætiskennd sem mun hjálpa við að stuðla að öruggu og góðu sambandi meðal nemenda. Það má segja Beinta sem puttan á púlsinum þegar kemur að nefndastörfum skólans. Enda var hún formaður í einni miðstjórnarnefnd og meðlimur í 6 öðrum. Að taka sér starf forseta ekki lítið verk og því þarf sterkan karakter til að fylla í þau fótspor. Ég segi hér fullum hálsi að Beinta í hárréttri skóstærð til að fylla í þessi spor. En í alvörunni, það ekki hægt að finna mannesku sem ber hagsmuni nemendaráðsins jafn mikið fyrir brjósti og Beintu. Hún myndi stuðla að samhaldi meðal nemenda til að vinna því að gera næsta skólaár að besta skólaári í sögu Vestló. Eitt veit ég fyrir víst, kæru verslingar. Beinta Kristín minn forseti og vonandi verður hún ykkar líka. Fram í forseta NFFI leiðtoga nemendafélagsins. Við ætlum að byrja á nokkuð almennu spurningu til okkar allra, fyrir síðan kannski aðeins persónulega spurningar varðandi stefnumál og svona. Þannig við ætlum að byrja þetta bara svona og Jason, við ætlum að byrja á þér. Jason, já, kannski kynnið ykkur fyrst. Ég heiti Jason og í öðrum X og að bjóða mig fram sem forseta. Já, ég heiti Kári Freyr og ég að bjóða mig fram í embætti forseta. Ég heiti Beinta Kristín og að bjóða mig fram í embætti forseta NFFI. Gægjað. Hörru, ertu feministi? Ég held að það sé bara einfalt svar þessu, það bara reynd já. 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 Ef þú kemst inn í stjórn sem forseti NFFI, ætlar að fara í einhverja miðstjórnarnefndir og hvað finnst þér það að aðri stjórnarmeðlimir fari í miðstjórnarnefndir, sérstaklega stórar? Byrja kannski frekar Já. Það ein miðstjórnarnefnd sem ég hef í huga að ég geti farið í en í sambandi við það að aðri stjórnarmeðlimir fari í miðstjórnarnefndir þá svo lengi sem það haltar ekki störf þeirra í stjórn eða eftir að koma í veg fyrir að þau sinni sínu starfi þá finnst mér það allt í lagi. Hver svo stjórnarnefnd? Nei, miðstjórnarnefnd. Sundnefnd. Okay. Já, ég eiginlega sammála. Ég myndi aldrei banna neinum í stjórn að fara í einhverjum miðstjórnarnefnd en eins lengi og aðilarnir treysta sér til þess að taka þátt í fleiri nefndafélagsins þá treysti ég þeim líka. En ég myndi ekki, ég myndi einungis einbeina mér að því að vera forseti ef ég næði kjöri. Einmitt, forseti mikilvægt starf sem ég myndi vilja bara gegna bara með fullri einbeitingu og myndi því sjálf líklega ekki fara í miðstjórnarnefnd en ég væri ekki að fara að stoppa neitt sem treystir sér til þess. Ef þetta eru litla nefndir þá rauninni ætti ekki að skipta svo miklu máli. Nú vandað böll í heilt ár. Hvað myndi þið vilja halda mörg böll? Ef ekki bara segja 8. Já, það draumur að halda 8 böll sko. Það draumur. En ég held að ég myndi kannski reyna miða við 3 á enn. Þannig mögulega 6. En náttúrulega bara eins mörg böll og við getum og höfum tök á.
Það væri náttúrulega geggjað að fá að hafa eins flest böll og hægt en það náttúrulega kostar sitt að halda böll og þá myndi ég bara vera í nánu sambandi við stjórn, félagshirði og markastjóra og alla og koma með góða áætlun fyrir fjöldan á böllum. Ég ekki með nákvæma tölu núna, sem ég get nefnt. Bara svona eitt enn, gils á ball, skoðun á því og getið nefnt eitt listamann sem að þið myndi vilja fá á ball. Ég skal byrja. Nei, ég myndi ekki fá gils á ball en dæmi listamann sem ég myndi vilja fá. Ég man á busaballinu okkar, þá fengum við Pál Óskar til þess að vera með lög og svona og það var alls ekki slæmt, þannig að ég var alveg til að fá Pál Óskar aftur. Já, ég er sammála, ég væri til í að fá Pál aftur en ég bara eiginlega opinn fyrir öllum sko. Mér finnst gaman að kannski enda á svona rólegu nótunum að fá kannski, þú veist, já, Bríett eitthvað, hún nú þekkir okkur svolítið vel. En já, eða GTRN, eða bara hvað sem sko, mér finnst Birnir, eða bara eitthvað sko. Ég myndi líka bara vilja heyra frá nemyndum hvað þau myndi vilja sjá. Myndi bara vilja hafa samband líka við stjórnina hvað þau myndi vilja sjá. Þannig já. En já, gilsaball, já, nei, ég segi nei við því. Já, ég bara mjög sammála strákunum. Ég myndi vilja hlusta á nemyndur og myndi ekki vilja fá gils á ball. En eins og ég segi, það væri líka gaman að styðja við nemyndur skólans. Ég veit að það fullt af hæfileikaríkum tónlistarmönnum innan veggja skólans sem væri fáránlega gaman að peppa bara með því að hafa sem artista á balli. Til að endurtaka, það kom spurning sal að fá erlendan artista á ball. Hvað finnst ykkur það að byrja á Jason? Já, það var náttúrulega sturlað að fá erlendan artista á ball en bara svo lengi sem það hægt í sambandi við fjármál og allt það, þá held ég að sé bara eitthvað sem ég vil gera. Já, þá líka þurfti maður að íhuga þetta í samhengi, eða í sama samhengi og hversu mörg böll maður myndi halda. Þú veist, kannski að halda frekar 1 geggjaball eða 2 og hafa þá mögulega erlendan artista. Ég get náttúrulega ekki alhæft og veit ekki hvernig staðan verður þá í haust eða næsta vor, en það ég held að við séum öll sammála að það geggjað að fá erlendan artista og ég myndi alveg vera til í það. Erlendir artistar munu vissilega draga að okkur athygli sem myndi þá mögulega auka fjárhagsstöðun okkar en eins og ég segi þá þurfum bara að tala við stjórnina og bara sjá stöðuna, taka stöðuna. Spurningu sal. Mynduð þið íhuga að fá 12.0 á ball? Já. Ég tek það ekki til mála að fá 12.0 ball. Nei, auðvitað. Það var ótrúlega gaman að fá 12.0. Við erum búin að sinna sínu starfi alveg ótrúlega vel. Við erum búin að fá skemmtileg lög frá þeim og já, það væri bara gaman. Já, algjörlega. Bara eins og ég segi, artistar innan veggja skólans og ég ætla ekki að ljúga okkur, allir eru sexy búið að vera að spila báranlega oft í bekknum mínum. Þannig að Ég get tekið undir það, ég hef heyrt allir eru sexy dálítið oft. En hvað finnst ykkur kynjakvóta og munið þið láta kyn hafa áhrif á ákvörðun ykkar varðandi formenn miðstjórnarnefnda? Byrjar á Laufi. Bengtu! Sorry, ég skal kalla ykkur öll röngnöfn núna. Eins og við búin að tala í allt kvöld þá náttúrulega alltaf hæfni fram yfir kyn. En það væri vissulega gaman að hafa fjölbreytni í miðstjórnum. Síðan Selma. Já, hæfni vegur alltaf mjög meira en kynþáttur og kynhneigð og eiginlega bara allt. Þannig að það er hæfni sem nummer 1, 2 og 3. En ég vil náttúrulega stuðla að fjölbreytileika innan nefndafélagsins, svo já, en hæfni samt nummer 1, 2 og 3. Já, ég algjörlega samla, en ef það kemi svo upp á að það væri bara stelpur sem myndi bjóða sig fram, þá myndi lítið út fyrir þannig að það væri bara stelpur sem væri í stjórn, þá kannski myndi maður íhuga að setja eitt strák bara upp á að hafa þennan fjölbreytileika. Og já.
Klíkuskapurinn er nefndafélagsins. Finnst ykkur það vera vandamál núna og ef svo hvernig ætlaði að takast á því? Byrjar á Kára. Já, með nýju lögunum sem ætti að taka gildi vonandi ef það verður samþykkt á næsta lagabreytingafundi þá værum við að taka mjög stórt framfaraskref í því að skipa í nefndir og þá því stjórnarmeðlimum ekki heimilt að skipa í nefndir sem myndu sjálfur fara í myndu sjálfur fara í viðtali. Ég held að þetta sé gott skref til þess að koma í veg fyrir klíku en auðvitað vill maður ekki að klíka sé í nefndafélaginu og auðvitað að skipa með heiðarleika í nefndir og að reyna að fá sem flesta í að taka þátt í félagslífinu. Já, einmitt, sammála þessu. Ég veit allt og marga sem hefði viljað með en komist ekki að vegna klíku. Þannig að það væri frábært að geta unnið meira í því að sporna gegn klíkuskap. Spurning og svar. Já, ég átti eftir að fá svara. Já, í sambandi við spurninguna, þá klíkuskapur, það vissulega eitthvað sem hluti af nefndafélaginu, það eitthvað sem í félaginu, en svo sko í miðstjórnarnefndum, það eru sumar nefndir sem ekki til að það væri ekki klíkuskapur og eins og í þeim, þá finnst mér alltaf læg að hafa smá klíkuskap. Ef það eru bara einhverjir vinir að bara hittast og vinna í einhverju nefnd, þá það bara fínt. En eins og með stjórnarnefndir, þá algjörlega forseti hefur vald til þess að kjósa, til þess að velja í nefndirnar og þá þurfum maður að velja rétt. Passa að það sé ekki einhvers svona klíkuskapur. Í grófum dráttum bara að því að þið hafið ekki upplifað heilt skólaár, gerir ykkur grein fyrir hlutverki forsetans og þið tilbúin að uppfylla það kröfur? Ég til mig gera grein fyrir því fulla ábyrgðarstæði sem þetta enda fylgst mikið með störfum forseta bara í gegnum tíðina, ekki bara seinustu 2 ár. Þannig já, ég tel mig geta fyllt þetta starf. Hann heldur utan nemendafélagið í samræði við stjórn, hann oddamaður stjórnar, bæði og í hagsmunaráði, þannig líka oddamaður. Hann þarf að halda 2 fundi í mánuði að minnstakosti, í hverjum mánuði sem sagt yfir skólaárið og að minnstakosti 3 sinnum yfir sumarið. Þetta svona helsta. Já. Sko, við höfum náttúrulega ekki fengið upplifað heilt skólan eins og þú segir, þannig að við höfum ekki fengið alveg fulla hugmynd hvernig forseti starfar, en ég tel okkur samt tel mig hafa hugmynd hvernig forseti starfar. Bæði Eiki og Dagur, segi ég, hafa verið mjög fínir að sýna allt sem þeir geta og já, ég tel mig hæfa nýja að sýna þessu starfi vel. Já, náttúrulega forsetinn helsti milliliður skólastjórnar og nemenda. Hann fer með yfir umsjón með öllu sem snertir NFFÍ og hann náttúrulega gegnir veigamiklu hlutverki innan stjórnarinnar og hann í raun bara andlit skólans og sameiningartákn skólans og nemendafélagsins. Ef ekki forseti, hvað þá? Ég skal byrja, já. Er það hvað ég myndi gera þá? Já, myndir þú fara í aðra stjórnarnefnd eða hvað myndir þú gera? Ég myndi, náttúrulega nefndafélagi hefur svo ótrúlega margt upp á að bjóða. Ég myndi allan daginn taka einhvern þátt í félagslífinu. Ég hef ekki ákveðið eitthvað sérstakt en ég hef mikinn áhuga á því að taka þátt í einhverjum nefndum innan nefndafélagsins. Já, bara að fá að vera í lykilatriðum eða lykilhlutverkum í nefndafélaginu var bara draumur. Það var algjör snilld að fá að fara inn í stjórnarnefnd ef ég kemist ekki forseta og ég myndi alla að fara í viðtöl og já, sama hvað, þá að ég alla eftir að fara í sundnefnd. Já, algjörlega, það væri gríðarlegur heiður að fá að vera í þessu starfi en ef ég myndi ekki fá vera kjörinn þá myndi ég reynilega vera með, en það eitt af mínum helstu stefnumálum, að hvetja alla til þess að vera með. Og því myndi ég vissulega fara í viðtal hjá bæði stjórnarnefnd og mögulega nokkrum miðstjórnarnefndum. Nú nemendafélagið ekki búið að vera upp á sitt besta í smá tíma. Hvernig ætlið þið að koma NFFÍ aftur á þann stað sem það á að vera?
Byrjum á Bentu. Já, fyrsta lagi vil ég byrja á því að bæta skipulag. Mér finnst það að vera töluverður hlutur bæði upp á sýnileika og bara að fá fleiri með. Það vita ekki allir hvað er í gangi og að þið vita hvað er í gangi þá geta þið verið með og þannig stækkum við nemendafélagið. Eins og ég segi þá vil ég bara bæta flæði milli stjórnar og miðstjórnar og þannig getum við kannski ýtt á miðstjórnar að gera meira. Skapa stærri hluti og þannig aukið frumkvæði líka. En einnig vil ég bara peppa viðbrigði í drasl og bara halda viðbrigði og bara standa við loforðin sem ég hef gert. Já, það er ég ætla að koma inn eitt að núna eftir COVID þá trúi ég því að fólk sem er alveg bara yðar í að komast í bara hvað sem er, böll, viðburði, allt saman. Þetta getur verið mjög góð stökkpallur til þess að framflytja nemendafélaginu og þess vegna er bara kjörið tækifæri til þess að nýta það núna til þess að auglýsa alla viðburði vel og gera allt til þess að fá alla til þess að mæta viðburði. Það er það sem skiptir mestu máli, allir mæti. Já, ég myndi bara í rauninni bara hafa bein samskipti við fólk, hvetja alla til þess að taka þátt í félagslífinu því í krafti fjöldans náum við að halda áfram að vera leiðandi nemendafélag á landsvísu. Við þurfum að fá busana strax inn í nemendafélagið. Við þurfum við gegnum lykilhlutverki sem þriðjaársnemar og þurfum þá að taka vel á móti þeim og á sama tíma sjá til þess að 04 mótilinn fá þá reynslu sem þau þurfa til þess að leiða nemendafélagið þegar þau verða á þriðja ári. En ég myndi í rauninni bara að reyna að þétta saman hópnum sem sagt bara NFFI í heild sinni til þess að við getum tekist á við áskoranirnar sem býð okkar á næsta ári. Hver er ykkar skoðanir á nefndum sem taka ekki inn nýnema? Byrjum á Jason. Já, eins og Dani sagði áðan, skemmt og hefur ekki verið mikið að taka nýnema en það er allt mjög mismunandi eftir nefndum. Eins og ég skil í skemmt og það væri alveg hægt að taka inn nýnema og það er alveg til dæmi fyrir því og en bara ef að einhver busi fær að fara inn í nemendafélagið á sinni fyrsta ári það er svo gríðarlega mikilvægt upp að fá þessa reynslu og já, þannig að ég tel að bara vera gott ef að nýnemar getur fengið að fara í nefndir. Já, ég er bara sammála. Það er gott að fá busa inn á ólík svið nefndafélagsins. Þannig ég styð nefndir allar nefndir sem taka inn busa og vil að sem flesti gera það. Já, ég einmitt hvet nefndir til þess að taka inn busa en ef þau hafa góð og skýr rök við því að þau vilja ekki gera það, þá væri hægt að hlýða á þau. Finnst ykkur lýsing forseta inn í lagasamni NFFI vera nægileg? Byrjum að Bentu. Nei, það er einmitt eitt af mínum helstefnumálum að bæta lögin og nemendasíðuna í heild sinni. En mér finnst þetta hlutverk ekki nógu skýrt en þetta er mjög stórt hlutverk og við þurfum fleiri smáatriði þar inn. Já, ég held að það sé svolítið óskýrt inn á nffi.is út af því að líka ég trúi því að hver og einn forseti skapar sitt hlutverk. Hann ræður því hversu öflugur hann ætlar að vera, hversu út því að orkan sem forsetin gefur út frá sér dreifir úr sér og fer út í bara allar nefndafélagsins. Þannig mér finnst lýsingin kannski, hún mætti vera betri en þetta er svolítið bara hlutverkinu er lýst í gróðum dráttum en ég hef náttúrulega sjálfur ekki verið forseti þannig ég veit ekki alveg 100% hvað fylgir starfinu en mér finnst lýsingin vera svona ágætt en það mætti náttúrulega bæta hana. Algjörlega, það er alltaf hægt að bæta allt saman en lýsing starfi forseta er svolítið út allt í stjórnarskránni en já, eins og Kári sagði, þetta er svolítið svona víðtækt einhver lýsing á forseta og það mætti alveg bæta hana. Þetta ég er að spá hérna, nú segist þú vilja bæta síðuna, ertu að tala þá NFFI Facebook-hópinn eða ertu að tala NFFI.is og ef þú ert að tala NFFI.is gerir þið grein fyrir því að við erum ekki að sjá uppbyggingu á síðunni, við erum með menn í þessu sem að gera þetta fyrir okkur og kannski fara aðeins í það hvernig þú myndir vilja bæta þetta. Já, ég er að tala NFFI.is og ég gerir mig fulla grein fyrir því að stjórnin
er ekki yfir þessari síðu, en á vissu leyti gæti stjórnin ítt á það að bæta þessa síðu. Það er margt sem þarf að bæta, bæði stílinn og uppsetninguna, lögin, það eru öll í rugl, það vantar bil á milli og ýmislegt þannig, og svo bara vil ég hendi inn nefndalýsingum, þannig að busendur séu betur undirbúnir og bara gera þetta allt skýra. Fylla inn á dagatalið, þannig að fólk getur verið skipulegara, bara sjá, ok, heyrðu það er útvarpsvika í næstu viku, geggjað, bara dýrlega þetta ég er að peppi hana, í staðin fyrir að vera bara daginn áður, bara ok, skiljiði. Þannig að það er margt sem má bæta, sérstaklega við heimasíðuna. Framhaldsspurning með dagatalið, þar sem allt dagatalið er endalaust flæði, alltaf að breytast. Finnst þér að það ætti að vera uppfært vikulega, mánaðarlega eða ekkert, og hver ætti að sjá það? Bara uppfæra eins reglulega hægt er, og ég held að vera frábær hugmynd bara að skapa nýja nefnd sem myndi bara sjá alfarið þetta. Ég veit að auglýsingarnefnd væri geggjuð í þessu, en hún er ekki eins stór í dag og hún ætti að vera, og ritstjórn líka. Við gætum skapað bara heila fjölmiðla nefnd í rauninni. Af hverju forseti? Byrjum að Kára. Já, ég las grein, eða ég las bækling sem Dagur Kárason var með, og ég bara strax fekk áhugan á þessu embætti. Ég tók ákvörðunina í haust vegna þess að ég fann fyrir því hversu mikla ástríðu ég hafði fyrir, og hef fyrir nefndafélaginu, hversu mikla trú ég hef á bæði fólkinu og starfinu sem fer hérna fram, og ég trúi því svo innilega að við getum gert félagslíf næsta skólaárs svo miklu betra en við höfum upplifað, og náttúrulega þetta eru mjög erfiðar aðstæður sem við höfum verið í skólanum, og ég ger mig grein fyrir því, en ég vil í alveg bara gera seinasta árið okkar í Vestló, sem er að fara 3. ár, ógleymanlegt, og þar vil ég vera í fararbroddi. Já, ástæðan fyrir því að ég fer í forseta er að því að síðan ég byrjaði að Vestló hefur bara verið draumur að fá að vera forseti. Það að vera í bara lykil hlutverki í þessu risastóra nemendafélagi væri bara algjör heiður, og ég bara myndi elska að fá að sinna þessu embætti. Einmitt, ég hef lengi séð breytingar, lengi vilja sjá breytingar sem ég vilja framkvæma, og ég hugsaði bara ef ekki ég, hver þá? Þá vildi ég bara, hef bilaðan áhuga á félagslífinu og vil koma svo miklu fyrir mað og svo marga breytingar sem ég vil framkvæma, og ég myndi standa við orð mín að framkvæma þær. Einnig bara vil ég hlusta meira á fólkið, bara vera maður eða kona fólksins, og bara vera ykkar forseti. Nú get ég komið upp ýmsar ádeilur innan stjórnarinnar. Þið sem oddamenn, hvernig myndið þið leysa þessar ádeilur sem að geta komið upp? Ef við byrjum á Jason. Já, þá náttúrulega myndum maður bara kynna sér málefni vel, hvað er það sem er að hindra að þetta fari bara smúð í gegn, og síðan bara væri fínt að tala við fleira fólk, bara fá fleiri skoðanir, og já, þannig að ef að bara reyna að þókna sér flestum. Ef að þetta er eitthvað svona máli sambandi við bara skoðanir einhverja fóra manneskja, þá bara tala við þau, sjá hvað þau segja og geta þannig útkláða málið. Já, fyrst og fremst myndi ég bara vilja hafa samskipti við fólk, því ég held að það sé hægt að leysa út úr öllum ágreiningi og málum sem kom upp. Ég myndi bara velta málunum fyrir mér frá öllum hliðum, tala við fólki, reyna að fá allar upplýsingar sem ég get. Síðan myndi ég bara reyna að komast að niðurstöðu og reyna að láta þetta ekki hindra félagslífi og velgengni þess. Einmitt, ég myndi vilja fá að heyra allar hliðar á málinu og svo bara setjast niður og ræða málin. Það er rosa margt sem hægt að leysa bara með einu einfaldi samtali þar sem allir tjá sína hliðar. Spurning úr sal. Nei, hvað hafa mótframbjóðendur ykkar yfir ykkur? Þetta er actual spurning. Hvað hafa mótframbjóðendur ykkar yfir ykkur? Ok, ég veit að Kári, hann er með gríðarlega mikla reynslu í nefndafélaginu. Hann er búinn að vera í núna 2 stjórnarnefndum
og bara til að hann myndi geta synt þessu ótrúlega vel, Bengta líka, hún með sakalega góð stefnumál, ég búinn að kynna með þeirra beggja mjög vel og þau eru bara fullkomið forseti. Ég myndi algjörlega sætta mig við það að vera í hluta nemendafélagi sem væri með þau í forseta. Já, þau eru bæði mjög indæl og ég las að þau hafa tekið virkan þátt í félagsstörfum í Versló og áður en þau byrjuðu í Versló hafa tekið þátt í miðstjórnarnefndum og já, og af því sem ég hef kynnst þeim í þessari kosningabaráttu þá eru þau bara mjög heilsteypt og skemmtilega og næs og aldrei neitt vesen hjá okkur. Við erum alltaf bara, við erum mjög smúð hérna. Já, einmitt Kári hefur vissulega setið í 2 stjórnarnefndum og hefur því mikla reynslu af því. En ásamt því hann líka mjög opinn og hress. Svo má ekki gleyma Jasoni, hann eitthvað annar hress. Bara virkilega næs að tala við hann. Og þeir eru bæði bara algjör yndi í rauninni. Já, ok, þetta var rosa væmið, en nú eru þið í kosningabaráttu, þannig ef þau eru svona frábær, af hverju ættum við að kjósa ykkur? Byrjum á Kára. Já, þau sögðu bara eiginlega frá reynslunum minni. Ég hef verið í 2 stjórnarnefndum núna. Ég hef líka verið í Rjómanum, starfaði þar sem fjármálastjóri og starfa enn. Ég hef mikla reynslu af félagsmálum. Ég hélt seinasta ball sem Versló hefur haldið, Nemo 2020, sem er líka stærsta ball sem framhaldsskóli hefur haldið, eða heldur, Nemo. Síðan þá hef ég líka bara tekið virkan þátt í félagsmálum síðan ég var í grunnskóla. Var varaformaður, fulltrúi og formaður nemendar á Árbæjarskóla. Og já, síðan hef ég bara mikla þekkingu og ástríðu fyrir nemendafélaginu. Já, sko, eitt af því sem ég tel mig vera svolítið góður með er að ég get gert allt það sem fólk finnst kannski ekki skipta miklu máli í stóra samhenginu, en ég veit að skiptir máli. Bara hlutir eins og að bara taka til eftir viðburði, bara stótt að segja ryksu eftir böll. Ég geti tekið þetta allt á mig, bara öll þessi smáatriði. Og þó að ég væri í Ólafsvík og þurfti að keyra í 2 tíma til þess að fara í bæinn og ryksuga, ég myndi taka það á mig. Ég hef alveg gert það, þannig að það er alveg bara eitthvað sem ég tel mig hafa. Já, það sem ég hef vissulega yfir þá er að ég er kvenmaður, líkt og meiri hlutin á skólanum. Ásamt því tel ég mig hafa taka einn ferskan andblæ inn í nemendafélagi þar sem ég hef reynslu á mjög fjölbreyttu sviði og skipulagshæfni. Einnig legg ég mikið upp úr því að hlusta á fólk og er mjög þolinmóð gagnvart fólki og myndi þá bara einmitt vera kona fólksins. Nú hafa langflestir sem í frambóði til stjórnar sagst vilja halda nemendakjallarinn hreinum, kallaði hann ógeðslegan. Og þannig við erum bara að spá, hvernig ætlið þið að gera það ef við byrjum á Kára? Já, ég myndi vilja eyða sem mest tíma niður í nemendakjallara og fá að vera með nefndum, vera sýnilegur og síðan myndi ég bara sjálfur vilja halda hann hreinum. Ég er snirtipinni, nenni ekki að vera í einhverju óhrindum eða eitthvað. En já, ég myndi líka bara reyna að byrja að gera þetta vana. Þannig ef einhver byrjar að henda rusli, þá er miklu auðveldara að byrja að henda líka rusli bara einhvers staðar skilji. Þannig byrja að gera þetta bara vana, að maður skilur við fundarherbergin og nemendakjallara eins og hann var þegar maður kom. Og líka endilega bara taka til ef maður ef það er eitthvað rusl þarna. En síðan, já, ég myndi bara persónulega beita mig fyrir því að reyna að halda honum eins hreinum og ég mögulega get. Hvað myndið þið gera ef að fólk myndi ekki fylgja reglum sem þið setið varðandi nemendakjallarann? Forsetinn hefur náttúrulega, það er forsetinn og stjórnin hefur valdið til þess að refsa nefndum. Valdablæti, nei. Já, hefur heimild til þess að refsa nefndum. Ég myndi ekki eitthvað nota það með glöðu geði, en ef það er brýn nauðsyn til þess, þá myndi maður náttúrulega íhuga það. Og Já.
Jú, eiginlega. Já, þetta er sannanlega eitthvað sem hægt að bæta. Umgengni í nemendakjallaranum hefur ekki verið upp á sitt besta, en ég ætla að koma inn á þetta með þetta að beita refsiaðgerðum. Þetta er eitthvað sem þetta er eitthvað sem hægt er að nota til þess að koma í veg fyrir að fólk sé að henda ruslum all. En bara ég held að fyrst og fremst sé bara að tala við fólki sem nefndum og bara láta skilja bara að hafa þannig að nemendakjallara, okkar sameiginlega pláss, vera hreint og fínt að öllum stundum. Það er svo góð tilfinning. Þetta er bara eitthvað sem ætti að vera fínt. Já, við þurfum vissilega að gera nemendakjallarana fínan, svona hljóti það virðingu sem hann á svo sannarlega skilið, þar sem við erum jú ekkert án hans. Ég myndi vilja setja upp svona skipulagsplan, þar sem eru svona grundvallarreglur hvernig við eigum að ganga hann, hvernig við eigum að skilja við hann, hafa mögulega myndir með, svo fólk bara sjáu hvernig það á að vera. Og svo myndi ég bara vilja hafa áminningakerfi, bara minna fólk á, bara þetta á ekki að vera svona ef fólk skilji illa við og bara já, taka létt í refsingar. Getið þið nefnt dæmi refsiaðgerðir? Já, dæmi refsiaðgerðir væri kannski að hindra aðgang að nemendakjallaranum í einhvern ákveðin tíma. Atli segir Jason myndir íhuga rasskellingar. Ég held að hagsmunaráð myndi ekki taka vel í það. En ég veit að ég myndi sjálfur ekki rasketta fólk. Já. Já, ég held að maður færi ekki eitthvað að rukka nefndir eitthvað pening eða eitthvað fyrir þetta. Ég held að maður myndi bara, þú veist, setja það í smá banni frá nefndakjallari í einhvern ákveðin tíma. Ég held að það sé bara besta lausnin, sko. Já, ég myndi taka létt í rassskillingarnar. Það sem ég myndi að gera einmitt, bara að banna aðgang að nemendakjallarum í einhvern ákveðin tíma. Og já, bara, já. Finnst ykkur pizzakvótinn vera rétt dreifður? Ef svo er ekki, hvernig myndu þið vilja dreifa honum öðruvísi? Byrja á Bentu. Honum er ágætlega dreift, en mér finnst kannski að þjálfararnir fái aðeins svo mikið á honum. Þannig að það mætti dreifa honum vissilega betur. Það er bara að fá að koma inn á þetta. Í ár þá vorum við með sérsamning, málfundafélagið var með sérsamning og við vorum með okkar kvóta hjá Dominos og síðan var NFFI kvótinn. Þannig réttara sagt að tókum við engan matarkvóta á nemendafélaginu, bara svona svo það sé á hreinu. Hvernig myndi þið vilja dreifa kvótanum ef að málfó er ekki? Já, bara dreifa honum jafnt, það er ekki máli. Allir fá eitthvað. Já, ástæðan okkur ég fór að hugsa þetta mál er út af því að málfó hefur sýnt fram á það að þau geta séð matarmálin sín sjálf. Þannig þá myndi ég helst bara vilja að nefndir myndu bara ekki beint senda inn fyrirspurn en jú bara hvort þau mættu fá úthlutaða pítsur úr pizzakvótanum. Þannig ég held að það er besta leiðin og þá myndu þau bara færa rök fyrir því af hverju þau myndu hafa þörf fyrir því og þetta er pizzakvóti nemendafélagsins, það er bara alla nefndir ætti að geta haft fengið tök á því að fá úthlutað úr honum. Þannig já, ég myndi bara hafa þetta kerfi. Já, algjörlega. Ef það er eitthvað vesen á skorti á pizzakvóta, þá bara það þarf sérstaklega að skipuleggja það vel. Bara eins og Kári segir, maður þarf bara að biðja pítsur og þetta ætti ekki að vera mikið mál, held ég. Spurning úr sal. Finnst ykkur Hvernig mynduð vilja forgangsraða pizzakvótanum? Þar á meðal milli nefnda, leikhópa, keppnishópa, liða. Hafið þið einhverja hugmynd eða myndu, já? Ég sjálfur hef ekki hugsað mjög mikið út í þetta en bara að allur pizzakvótinn sé ekki skiptur á eina nefnd held ég að sé bara mjög gott en annars, já, ekkert meiri pælingar frá mér.
Já, ég held sko líka bara það gegna eiginlega alla nefndin mikilvægi hlutverki innan NFFÍ og það finnst mér að eiginlega bara allir eigi rétt á hluta úr pítsukvótanum. Hins vegar myndi ég ekki banna Morfís eða Morfís þjálfurum eða Gettu betur þjálfurum eða þeim að fá úthlutað á pítsukvótanum. Ég myndi bara ekki vilja að þau myndi taka allt og mikið og reyna þá að úthluta úr kvótanum og reyna að koma honum á sem flesta staði skilji. En já, eins og þú veist, bara leikhópur Listó, þú veist, ég held að þau getu og leikstjóra Listó, það var samningur að þeir myndu fá mat líka. Þannig það líka kannski gott ef Listó fengi hluta af pítsukvótanum eða leikstjóri Nemo, síðan bara fleiri og fleiri. Þannig endilega myndi ég myndi vilja hafa kerfið þar sem ég sækja að fá pítsur. Já, ætli myndi ekki forgangsraða þessu eftir tímanum sem fólk á dag í skólanum og hvort það sé á matmálstíma þá eða ekki. Ásamt því bara að gera kannski einhverja ákveðna, þú veist, setja eitthvað þak á hve mikið hver og ein nefnd getur fengið, eða má fá. Hvernig ætlaði að koma í veg milli ríg nefnda? Smá rígur er alltaf mikilvægur til þess að rífa upp félagslið, en of mikil rígur er vissulega ekki góður og myndum við bara ræða það, hvenær er komið gott? Já, algjörlega, ef það er eitthvað alvörinu vesen með að sé eitthvað rígur á milli nefnda, þá bara er best að tala saman. Bara sjá allar hliðar, bara það að gera þetta við öll svona einhver atriði þar sem eitthvað fyrir úrskeiðis, bara tala við fólk og svo sjá allar hliðar og reyna að skilja og leysa það þannig. Það er leið til þess að leysa úr þessu. Já, ég myndi, óguð. Ég myndi beita mig fyrir því að bara að reyna að koma í veg fyrir, eða ekki meint koma í veg fyrir, eða þú veist, bara leysa svona ágreiningar sem gætu komið upp. Og síðan líka það bara minna á það að, þú veist, sama hvort þú ert í Listó, Kvasi, Möndlunefnd, Góðsarnir, Kókumjólkar, við erum öll að vinna að sameiginlegu markmiði og það er að gera félagslífið sem bestina. Við gleymum því oft í öllu bara skipulaginu á nefndafélaginu að þetta er það sem við erum að vinna öll að. Og ég myndi bara reyna að leysa úr vandanum sem gæti komið upp með þetta leiðarljósi. Kári, þessu beint til þín. Finnst þér sálfræðiþjónustan í boði skólans ekki vera nægileg og finnst þér að hún mætti vera auglýst betur? Já, ég mér finnst þetta mjög flott hjá Versló að hafa sálfræðiþjónustu og ég veit ekki aðra skóla sem eru með þetta, ég hef bara ekki kynnt mér nóg vel. Hins vegar hef ég fengið held ég 1 tölvupóst þessa sálfræðiþjónustu. Ég veit ekki hvort það kannski fór fram hjá mér, en mér finnst það að mætti alveg auglýsa þetta betur, en mér finnst þetta að vera til fyrirmyndar hjá skólanum. Já, Kári, kannski svona aðeins meira að því að þú talar geðheilsuviku. Geðheilsuvikan sem þú talar í stefnumálunum þínum, hvernig hugsaðu þér að hún fari fram? Og veistu að það er til nefnd sem heitir, sem einmitt á að sjá þetta? Ég eftir minni bestu vitund var gleðigæslan held ég ekki, ertu ekki að tala gleðigæsluna? Já. Með mikil áform að halda nemyndum glöðum. Hins vegar þá myndi ég vilja annarkvort fá þau með mér í lið, þau sem myndi vera í gleðigæslunni, til þess að gera þessa viku og vikan myndi sem sagt eiga sér stað í janúar, þar sem sá mánuður getur verið erfiður fyrir marga og bara skammdegi mikið og ég myndi vilja bara vekja áherslu á mikilvægi þess að hlúa að andlegri heilsu og ég myndi gera það með því að fá fræðslur frá samtökum eins og Bergið Headspace, PETA samtökunum annarkvort til þess að koma í lífsleiknitíma eða hafa kannski svona kvöld þar sem við geta haft eitthvað prógram. Síðan var ég líka til að hafa sjálfstyrkingarnámskeið sem eins og Kvan eða Dale Carnegie mögulega að þau getur komið. Síðan vil ég eiginlega bara að þá þessi vika myndi bara færa smá birtu inn í líf verslinga og gera janúar bara skárri eða þú veist betri mánuð og já, bara svona í gróðum dráttum. Spurning út úr sal.
Ætlaðu að fá okkur forsetatatú eins og fyrrum forsetar hafa fengið sér? Mér langar að vita svolítið nánar þessi forsetatatú. Þetta eru tatú á forsetum. Bara af einhverjum forseta? Nei, Vanlega hefur þetta verið verslómerkið. Já. Þetta sko stór spurning. Og hvar? Sko þetta verslómerkið mjög nætt. Ég myndi ekkert útiloka einhvern tímann að fá mér tatú af verslómerkinu sko, en það fyrir eftir líka hvar ég myndi hafa það. Kannski myndi ég setja á öxlina eitthvað, ég veit ekki. Eitthvað. Já, ég nú sjálfur ekki með neinn tatú og var ekki búinn að plana að fá mér neinn tatú, en ef þetta einhver hefð, þá meina ég myndi ekkert útiloka það. Nei, það væri vissulega grjóthart, en ég held þetta flokkist undir valdablæti, sko. Það er spurning. Þú með svona ekki? Mættu við fá að sjá það, eða? Eiki segir að það sé háleinilegt. Þessi spurning til Beintu. Í mottóinu þínu eða catchphrasinu þínu segir ex-Beinta fyrir breytingar, ex-Beinta fyrir bætingu. Hverju viltu breyta og hvað viltu bæta? Bara allt sem hægt að bæta. Bæði skipulag og uppröðun og bara dreifingu valds. Bara allt sem okkur dettur í hug í rauninni. Upplýsingaflæði. Það væri geggjað að bæta upplýsingaflæði, fá kynningar á nefndum inn í stofur eða á marmaran. Bara allt sem okkur dettur í hug í rauninni. Og fá ábendingar vissulega frá nemendum í nemendafélaginu hvað þeim finnst mega bæta. Þú talar dreifingu valds, hvernig myndir þú dreifa valdin öðruvísi en það núna uppsett? Bara í rauninni að fá fleiri inn í nefndirnar. Mér finnst allt og margir vera í, ákveðnir aðilar vera í öllu og nemendafélagi svolítið stoppa af því að þessi aðilar eru svo uppteknir í að sinna öðrum nefndastörfum í rauninni. Og þess vegna vil ég fá fleiri inn í nemendafélagið og við sem stjórn ráðum miðstjórnarformenn og þess vegna ættum við í rauninni að geta dreift þessu valdi betur og passa upp að þau dreifi valdinu betur. Sem fyrir ekki einföld. Ert þú tilbúin í hlutverkið? Byrjum að Bengt. Ég tel mig vera það. Með fullri trú. Já. Já, og það er alltaf hægt að gera betur. Þannig að, já. Hörðu, þið talið mörg að gera nemendafélagið sýnilegra til nýnema. Ef nemendafélagið nú þegar ekki nógu sýnilegt fyrir nýnema, hvernig stendur þá á því að allir í frambúði talaði að hafa fallið fyrir nemendafélaginu frá fyrsta degi og hvernig myndu þið vilja gera það sýnilegra þegar það nú þegar boðið upp á að hafa lífsleikningkynningar tvisvar sem að kynnir einmitt alla stjórn NFFÍ og hvernig stjórnskipulagi háttað. Byrjum á Jason. Já, þetta góða punktur. Bara ég held að aðalatrið sé að út af eins og í COVID þá hafa þessir sérstaklega 0-5 mótinin sem eru að fara í annað árið sitt núna, það hafa ekki fengið að upplifa versló eins og við fengum að upplifa og ég held bara að sýna þeim hvernig þetta hvað þetta nemendafélag snýst það er bara að sýna þeim þetta og ég trúi með því að veita þeim nóg miklu upplýsingar þá ef þau eftir að geta liðbind þetta nemendafélag alveg eins og fyrir ár hafa geta gert. Já, ég bara mjög ánægður að það séu margir nýnemar sem hafa fallið fyrir nemendafélaginu. En það eina sem ég hef verið bara svolítið að velta fyrir mér hvort að þau hafi akkurat út í að þau upplifðu ekki svona almennlegt fyrsta ár eins og fyrsta ár ætti að vera. Að þá það skylda þriðja árs á næsta ári að gera næsta skólaár að bara alvöru hörku Versló skólaári. En ég myndi bara vilja hafa COVID-frítt ár til þess að næstu árgangar getur kynnst í hvernig Versló á að vera. Einmitt. Ég sem sagt svo fyrsta í fjölskyldunni sem fyrir Versló og því ég mætti vissi ég vissulega af þessu frábæra nemendafélagi sem við höfum en ég vissi ekkert hvað allar nefndirnar voru eða hvað það gerðu og því ég reyndi að leita mér upplýsingum það þá bara fann ég þar hvergi bara hvar sem ég leita og eina sem ég þurfti bara að spyrja fólk en það náttúrulega vissi ekki allt. Þess vegna myndi ég setja þessar nefndalýsingar inn á vefsíðan okkar nffi.is og hafa þetta allt mjög ítarlegt svo fólk geti leitað og fundið sér upplýsingar hvernig nemendafélagi starfar. Segið okkur brandara.
Ok. Ég ætlaði að bóka borð á bókasafni í gær. En því miður voru þeir uppbókaðir. Ég skammast mér svo mikið fyrir að vera að segja þetta. Ok. Hvað sögðu hundarnir við hvern annan? Við erum í bandi. Við erum í bandi! Sorry, Baukur, sorry. Sorry, Baldvin. Ég er líka fyrir þess að 5 sko. Af hverju borða hundar ekki pönnukökur? Þeir borða bara vöfflur. Ég enda þessa brandara með uppáhaldsmálsættinu mínum. Oft eru dauð þjón lík. Ég er með spurningu til þín, Jason. Þú talar í bæklingunum að þú vilji feta í fótspor forvera þinna. Veistu einhverja fyrrum forseta og hver uppáhalds fyrrum forsetiðin að þínum mati utans eika? Sko, ég hef nú ekki kynnt mér alla forseta sem hafa verið frá því upphafi. En ég veit allavega að Dagur og Eiki, ég man, þeir voru mjög eftirminnilegir á mínum árum. og það var það sem ég var að tala um. Ég vildi bara vera og ég vildi bara vera eins góður af þeir. Sinna þessu starfi með fullri samvisku og gera þetta vel. Má ég þá? Já. Bara svona, þegar ég veit nokkra fyrrverandi forseta, þá vil ég segja ykkur hver uppáhaldið mitt. Og það Gísli Marteinn. Já. Hann var fyrrverandi forseta í NFF, eða einhverjar spurningar úr sal? Þá það bara komið að lokaorðum. Beinta. Bíddu, Þorri, fara út úr salnum. Þú átt ekki að vera hérna. Já. Ég var eiginlega neyddur ég var svo stressaður, ég var að drífa mig í útvarpið. Ætla alltaf að gera það, já, ætla að gera það fyrir miðurs. Þau hafa keypt 12-0 sokka. En nú það komið að lokaorðum, við ætlum að byrja á Beintu. Já, ég bara vil að þið taki upplýsta ákvörðun, skoðið bæði ræðurnar og vefsíðuna mína beintakr.com. Annars vil ég bara segja ykkur það að ég vil berjast fyrir því sem skiptir ykkur mestu máli, af því ég vil vera ykkar forseti. Já, ég er sammála Beintu að þið taka upplýsta ákvörðun, skoða vel hvað hver og einn frambjóðandi hefur upp á að bjóða í öllum embættum, skoða bæði stefnumál, reynslu og hugmyndir og ég hveti ykkur til þess að kjósa mig því ég hef bæði trú, ástríðu og vilja til þess að gera komandi skólaár ógleymanlegt. Já, að lokum þá vil ég bara segja að bara sama hvað gerist í þessum kosningum þá veit ég að, eins og ég sagði áðan, þið eruð bæði fullkomin í þetta embætti og þessi stjórn sem ég sé hérna, krakkarnir fyrir fram með mig, þeir eru líka geggjuð. Og bara ef ég fengi að vera forseti, það væri algjör heiður að fá að vera með öllum þessum krökkum í nefndafélagi en að lokum langar bara að þakka fyrir mig og þakka fyrir þetta skemmtilega ferli. Takk kærlega fyrir, kannski klöppum fyrir ykkur sjálfum. Bara takk kærlega fyrir að koma. Þetta var kandidatafundur NFF 2021. Við hvetjum ykkur til þess að taka upplýsta ákvörðun, skoðið öll stefnumál og bæklinga á meðan þið getið. Við erum að fara að hefja kosningar núna í kvöld, þannig þið verða að vera á innunni og þær verða hérna alveg fram að hádegi á fimmtudegi. Þannig já, takk kærlega fyrir að hlusta og eigið gott kvöld.